Já, komið sæl og blessuð, velkomin á Trúnó. Ég heiti Þorsteinn Vaff Einarsson og sé samfélagsmiðilinn og hlaðvarpið Kallmennskan. Mér var falið þetta ábyrgðar hlutverk að leiða hérna samtöl við nokkra vegan einstaklinga og fræðast þau og svona skyggnast á bak við tjöldin og fara á Trúnó með þeim. Ég sjálfur vegan. Ég man ekki hvað ég er búinn að vera vegan lengi, sko. Ég held að þessi 2 ár frekar en 3, en ég byrjaði einmitt að vera vegan í veganúar. Þannig að í kvöld ætla ég að hitta og spjalla við nokkra einstaklinga. Ég ætla reyndar að taka það strax fram að Arnór Dan, hann átti að vera hérna með okkur í kvöld en forfallaðist, en í hans stað höfum við fengið Axel F. Friðriksson og hann er að koma sér fyrir í sófanum. Axel F. Friðriksson, hreyfigrafíker og meðstjórnandi í samtökunum Grænker á Íslandi. Velkomin. Takk fyrir. Hvernig ertu? Bara góður, sko. Þetta er skrifstofa mín. Mér finnst gett fyndið að þetta segja. En við erum að taka upp á skrifstofunni minni og það bjóða mig velkomin. Mér finnst þetta fallið, sko. Ég kann veit það. Já, einmitt. En þú ætlar að fræða okkur aðeins sko, bara veganúar og þetta spjall. Ég meina, þú ert að skipuleggja þetta. Við erum hérna hjá þér. Ef að byrja kannski bara á veganúar. Hvað er málið með veganúar? Hvað er málið? Sko, þetta er náttúrulega bara átak og svona, þetta er svona herferð út af fyrir sig í rauninni og bara svona átak fyrir hvern sem er að reyna að taka þátt í og ég meina, ég varð vegan í veganúar fyrir 3 árum, við vorum mörgulega bara á sama róli þar, sko. Og þetta byrjar náttúrulega bara erlendis sem veganúari og svo náttúrulega eru samtök Grænker á Íslandi búin að taka þetta svolítið inn til sín væng og er að hýsa þetta hér á landi og það bæði eru með viðburði, þetta séum við með áttum að vera með 7 viðburði í ár sem er alltaf bara svakalegt frek, sko, og alltaf fleiri og fleiri og betri viðburðir með hverju ári. Ég er sjálfur bara búinn að vera í stjórn í 4 mánuði eða eitthvað, bara sprungunýr og hef þann heiður að bara sitja hér í dag, sko. En veganúar sem slíkt er í raun og svona opin pæling og þú veist, þetta snýst í rauninni bara að þú opnir svolítið hugaðinn fyrir veganisma. Þetta snýst ekkert undirlega að bara á miðnætti á nýjársdag að þú allt í einu hendir út öllu löðrinu þínu og dýraafurðinu þínu. Það snýst bara meira að þú kannski farir aðeins út fyrir rammann. Ef þú ert grænmetisæta þá kannski tekur örlítið fleiri veganmáltíðir á mánuði og ef þú ert alæta að þú kannski prófar að alltaf á mánudögum sleppa kjötinu. Þú veist, þetta snýst bara eitt skrif í einu og bara svolítið að opna hugan. Það sem er best að vita er náttúrulega bara fyrirtæki allan bæ eru með nýja matsela eða ný tilboð eða afslætti eða eitthvað sem er nýtt og skemmtilegt, sko. Þú ferð aðeins inn í, sko, þetta hugtak, þessa hugmyndafræði sem veganismi er. Þú talar mitt að ekki henda leðrinu og bara eitthvað svona. Sko, hvað er veganismi? Og bara útskýr það eins fyrir mig. Hvað er veganismi? Sko, svona in its purest form. Þú veist, bara ef þú ert 100% vegan, það er svona premium member eða eitthvað. Mér langar alltaf að djóka með það, sko. Ég býð alltaf eftir að maður fái næluna eða eitthvað, sko. En náttúrulega í sínu öfgaformi, án þess að þetta sé einhver öfgar, þá snýst þetta bara að koma ekki nálægt neyrum dýraafurðum og það er bara allt. Þetta er náttúrulega bara lífstíll, þetta er ekki mataræði. Þetta er ekki eins og að hoppa yfir í keto og prófa hvort það hendi þér. Þetta snýst bara algjöran lífstíl og það er ekki þar með sagt að þú þurfa að hoppa út í djúpulaugina, en á endanum þá er þetta samt lífstíll og það snýst bæði snyrtivörur eða rauðvín eða seriós, en líka bara eru leðursætt í bílniðinu eða, þú veist, allir þessir hlutir þeir koma svo sterkt inn og hafa svo mikil áhrif að þetta snýst kannski meira bara að þú hugsir aðeins þitt nærumhverfi, að þú bara pælir allar ákvarðanir sem þú tekur svona 1000 milljónir ákvarðanir sem þú tekur á hverjum degi, þú hugsir, tengist þessi ákvarðan eitthvað dýraafurðum, er eitthvað líf að versna af því að ég tók þessa ákvörðun. Ok, þannig að þetta er svona þessi meðvitund og hvað maður að segja, svona þessi vilji til að forða dýrum frá þjáningu. Klálega, jú, bara minnka þjáningu. Þú veist, í rauninni, í grunninn, þetta er bara meiri friður, minni þjáning, sko. En sko, ok, af því að þú sagðir það sjálfur á hann, ekki 100% vegan, þú notar eitthvað svona prósentu og ég á einn vin sem það fór reyndar í taugarnar mér miklu meira fyrir nokkrum árum síðan, en hann var alltaf, sko, hann borðar bara allt,
bara hvað sem er svona alæta og hérna, hann ekkert að spá í það, þú veist, hvort hann sé að nota leður eða ekki, þú veist en var alltaf svona að segja, já, ég er svona heila 60% vegan. Ég skil þig. Þú veist, hvernig horfir það? Sko, ef þú ert alæta og þú ert með kannski 60% af diskniðinum sem er grænmeti, ég meina við fáum okkur grænar baunir á jólaréttin okkar, það er alltaf prósent af diskniðinum sem er vegan og kannski gleymum oft átt okkur á því að oftar en ekki, það er bara aðrétturinn kjöt, skilurðu, en allt meðlæti þetta er vegan. Þannig að ég held að svona, ef þú ert með hugsunarháttinn á réttum stað, þá er alveg til að kalla það vegan. Ég alveg vin sem borðar fisk kannski einu sinni í mánuði, en ég alltaf hamra á því að hann eigi bara að kalla sig vegan, af því að hann er með hugun á réttum stað og þetta er allt, tekur allt tíma. Ég meina, þú hefur valla slökkt á þessu á einni nóttu, þú veist, hvernig byrjaði þú ekki sem grænmetisæta, þú veist, hvernig... Sko, jú, þó ég vilja ekki að þetta sé svona sjálfsviðtal, sko, en ég mynd... Mér langar samt að vita. Já, sko, jú, ég reyndar, þetta gerist ekki á mér yfir eina nótt, sko, og þetta gerist þannig að, jú, ég að pæla að segja þessa sögu, sko, aðeins að koma með smá intro hérna. Ég verð vegan í rauninni út af konunni minni, Huldu Tölkjæs. Hún verður vegan fyrir, þú veist, einhverjum mörgum árum og þetta var eiginlega pínu vandræðilegt moment því að hún verð vegan og það er einhver vinkona sem er svona að hæðast að henni, þú veist, eitthvað svona að gera grín, eitthvað svona svínum, eitthvað, ég man ekki alveg hvað það var. Þetta var eitthvað sem tengdist samt svínum og vinkonar hennar er eitthvað svona að gera grín að henni og ég man ekki nákvæmlega hvernig það var en ég hálfpartinn óvart tek undir grínið. Já. Og Hulda sem að bara þjáist með dýrunum, sko, að það sló ekki gegn þetta grín mitt og ég svona, ok, hún er ekkert að grínast með þetta, þú veist, hún er vegan fyrir dýrin og hún hefur ekki húmor fyrir svona kjaftaði og ég svona ætlaði að vera bara með henni og sína svona stuðning í verki og ákvað að taka út sko mataræðinu mínu svín, allt sem tengdist svínum. Þannig byrjaði ég, þannig fer ég inn að ég tek bara út allt sem tengist svínum og svo, þú veist, byrjar þetta ferðalag og svo náttúrulega veit ég alls konar og svo er ég farin að vita svo mikið allt að sko, ég var farin að vera með samviskubit, skilur, ég var farin að þetta er bara skammaðist mín. Mórall. Já, og ég, þú veist, svo er ég að taka út í rauninni, ég byrja á fæðinu, sko, og svo verður meðvitundin alltaf meira og meiri. En segðu mig, hvernig byrjar þetta þér? Sko, mér finnst þessi punktur hér með að hæða stað, sko, það er alveg mjög sterkt og ég held að maður finnir líka mjög mikið fyrir því sem karlmaður, þú veist, það er alltaf skrýtnar að vera karlmaður sem er vegan. Finnur þú fyrir því? Ég hef alveg farið í nokkrar bústaðaferðir með vinum mínum, það sem var gert grín að mér, sko. Fyrir að vera vegan? Já. En áhugavert. Og ég tók líka þátt í, auðvitað er nafnlaust og ég má ekki segja það, en það var háskólarannsókn hjá yndislegri stelpu sem var að kanna svolítið þessa mýtu, sko, alvöru kallmenn borða kjöt. Já. Og mér fannst það rosalega fróðlegt af því að bara þessi staðalímynda ef að karlkynsvinuðin er að borða vegan við hliðina þá er oft þetta joke, sko, hann er í megrun eða hann fær sér salatið og allt það, sko, svona gera mann kvenlegri fyrir vikið, sko. Já. En þetta byrjaði hjá mér í rauninni bara, sko, ég eiginlega bara sverða Trúnó 2019 fyrir 3 árum, það hjálpaði mér rosalega mikið, sko. Ég bjó í Amsterdam á þeim tíma. Ég var alltaf búinn að kýtla við þetta, ég held ég búinn að vera grænmetisæta þá í 2 ár og þá var bara, örugglega svipað, kona mín er með miklu betri siðferðiskompass eins og maður segir. Já. Og ef maður segir það en og það bara smitaðist yfir á mig, sko, og ég hugsaði bara ég á hund og elska dýr og af hverju heldur það ekki áfram, þú veist, af hverju stækkar það ekki og sama það líka bara, ég hugsaði mjög mikið hvað ég lagði von í mig, bara hvað er ég að borða, er það þú veist, ef það er kjúklingur, er það frá góðum bæ og er það eins hreint og hægt er og á einhverjum tímapunkti að hugsa maður af hverju er ég að borga svona mikið pening og setja svona mikið áherslu á að þetta sé hreinn matur án þess að hugsa lífið sem fer í það. Þú veist, það er einhver skrítin lína þarna sem maður gleymir ofta að stróka út og svo var ég bara að horfa á Trúnó og þá var það svolítið öðru sem það núna auðvitað, en hvort það var ekki bara Addi Arnmundur Ernst Bachmann sem að bara svona, ég sá eitthvað í gegnum hann og bara vá, ef hann getur það þá get ég það líka og þetta er ekki að nöðrönd maður heldur og síðan þá hef ég ekki horft tilbaka, sko. Og þú byrjar sem grænmetisæta af hverju?
Akkur, þú veist, bara fílaðir ekki að borða kjöt af því það svo mainstream. Þú veist, það einhvern veginn bara alltaf fiskur og svo kjúklingur og svo þetta. Þú veist, þetta var einhver einmitt, eins og svona saga eins og þér sko. Við vorum í Svíþjóð í einhver svona sumarferð og vorum í einhverjum bústað og fólki sem var kringum okkur var bara skilningsríkt og ljúft og ég sagði, já, ég reyna að klippa niður af kjöti og fisk og þau bara, ok, en viltu ekki bara vera grænmetisæta? Og ég eitthvað, þú veist, jú, kannski þetta, reyna að borða minna þessu og þetta kannski minnka við og þau bara, jú, viltu ekki bara prófa það núna? Þannig að bara næstu vikuna, það bara voru gerðir sér rétti fyrir mig og ég hjálpaði eldhúsinu en þau borðuðu alveg ennþá eitthvað kjöt og svo eftir þessar ferð þá bara, nei, mann vantar bara þennan fyrsta neista sko. Ég held að, það er svona mínu upplifun, að séu ansi mörg sem að eru réttsýn, eru þengjandi og einhvern veginn svona sjá, jú, ég ætti nú að vera vegan, þú veist, eru einhvern veginn þarna, eru jafnvel feminísk og sósíalísk og ankapitalísk og alls konar, en eru ekki vegan en einhvern veginn langar að taka skrefið. Sko, hvernig tekur þú skrefið frá því að vera grænmetisæta og síðan inn í bara veganisman? Þú veist, gerist það yfir nóttu? Ég held að þú þarft að fá hugdettuna, þú veist, gjörðin sjálf gerist ekki á einni nóttu og allar afleiðingar og öll skrefin eru ekki tekin í einu spori. En ég held að innra með þér þarftu að taka þessa ákvörðun bara í rauninni á einni sekundu sko. Þú veist, hún kemur bara allt í einu. Þú veist, ég held að það svo auðvelt. Það sem gerir veganúar líka svo góðan þú hefur afsökunina. Þú veist, þú ert kannski búin að grænmetisæta í allan tíma og þú leyfið kannski að pæli gæti ég orðið vegan, nei, ég elska ost svona mikið eða svona, já, það samt fullt ágeð í osti og þú veist, það aldrei að bjarga lífið með að borða ost sko. Og maður veit þetta allt en það sem gerir veganúar svo góðan að hann gefur þér, hann ýtir þér svolítið upp að vegg og segir, þú getur þetta, það fullt öðru fólki gerir þetta en þú getur gert þetta á þínum hraða. Þetta bara fyrsta skrefið í að verða vegan, taka þetta aðeins lengra. Já. Þannig að þú fer svona hægt og bítandi inn í þetta áður en að þú kallar þig 100% vegan, eða hvað? Samt ekki. Þú veist, ég hef alveg eiginlega kallað mig vegan frá allan að seinustu 3 árin, sko. Þú veist, ég hef alveg fengið móral og ég meina, ég borða alveg ennþá hluti með pálmaolíu, skilur, og sumir alveg bara, vá, pálmaolíu ekki vegan eða allt það og ég meina, oft tekur maður feilspor en þú mátt ekki taka þitt gildi af því að eins og ég segi, veganismi er lífstíl. Það snýst ekki hvað þú óvart borðar eða viljandi borðar heldur þú veist, ég eftir mínu fremsta megni ég dagstaglega að reyna að taka ákvarðanir til þess að minnka þjáningu. Þú sagði mér áðan að þú hefur svona fundið fyrir, maður ekki hvernig orðar að ákveðnum fordómum eða svona háðsglósum fyrir það að vera ekki alvöru kallmaður af því þú ert vegan. Segðu mér aðeins meira frá því, þú veist, hvað skot hefur verið að fá á þig og hvað hefur heyrt þig og allt sko, besta sem ég hef heyrt /besta, skilur þetta er svona óborganlegasta, skilur ég fór í smá svona landsbyggðarferð með vinahóp og eins, það alltaf þetta sama það alltaf, þegar vinirnir saman þá þetta, ég skil hvað þú ert að gera ég kann að meta að þú veist, vinindi segir við mig það að segja, ég skil hvað þú ert að gera þú veist, vildi ég hefði þennan styrka að vera vegan og allt þetta og ég að byrja minka niður á kjöti svo leður komin í stærri hóp, sko svo leður komin á veitingastað eða það eitthvað utanaðkomandi fólk, þá koma skotin, sko en besta sem ég hef heyrt var hann hatar dýr svo mikið að hann vill ekki borða þau skilurðu, það var sagt við mig Nei, ég skil þetta ekki hann hatar dýr, hann vill ekki eins og leggja en setja munn, sko af því hann hatar það svo mikið og ég held bara nýlega, þú veist, einmitt 3 ár í klúbnum og bara nýlega ég byrjaði að draga þessa línu að þú veist, ég komin á huldubátinn kannski maður segir, ég hættur að taka skítnum, sko og kannski öðruvísi, kona mín ekki orðin vegan, sko hún er ennþá á leiðinni en það samt svo gott að hafa einhvern með sér í þessu og ég held að það hefur hjálpað mér að ég á vin einmitt, eins og ég segi, sem pescetarian en hann samt, sko samt að reyna algjörlega sitt besta og svo á ég vini sem grænmetisætur og ég á vini sem taka þátt í veganúar í ár og það bara gefur mér mikinn innblástur, sko, að geta hjálpað þeim og
þeir eru alveg hjálpað mér alveg mikið, sko. Finnst fólki að viniðunum og fólki svona í kringu þig sem umgengst, finnst því þú vera óþægilegur? Ég held ég kom alveg með element af vesenni inn í hópinn, sko. Þú veist, það alveg, maður hoppar ekkert út í brönns með vinni sem ég auðvitað maður gerði, sko. Nei. Það alltaf svona, Axel, getur þú valið veitingastað? Af því að þú veist hvað getur borðað. Já. Og ég bara, veistu, í Reykjavík í dag, þá get ég alltaf að funda mér eitthvað að borða. Ekki það, stundum endaði að vera bara kartöflubittur og ristabrauð, sko, sem dapurt, En hvað, þú veist, að því, þú veist, eðlilega hef ég brend áhuga á kallmennsku hugmyndum og svona sjálfsmynd og svona sjálfsmynd kallkyns einstaklinga og þessar hugmyndir sem alltaf einhvern veginn að tróða okkur í eitthvað box og allt þetta. Þú veist, þetta pick og pot sem að ég kalla sko ögun samfélagsins einhvern veginn til þess að reyna að fá okkur inn í eitthvað ákveðið hlutverk. Hefur þetta, þú veist, nei, ég ætla að orða þetta öðruvísi. Hvað það sem að svona hefur mest áhrif á þig svona persónulega, þessar athugasemdir og þessi skot eða aðstæður í umhverfinu sem þú ferði í eitthvað stöðar sem að hefur svona mest þessi áhrif á þig þar sem þú hugsa svona ég nú ekki alvöru maður hérna. Þetta var ekki þitt spurning. Ég held að sé svona iðnaðurinn kannski meira, sko. Þú veist, hvað er iðnaður? Svona, sko, ég iðnaðarmaður. Það fyndið, ég er prentsmiður. En hérna, ég held að manni svona augrast mest að maður sér ekki almennilegur maður þegar maður stekkur ekki í það að setja gifsnagla eða ég kann ekki svona hugtaki. Já. Skilurðu? Þú veist, bara, ég fæ ennþá pappa minn til þess að hjálpa mér að setja upp sjónvarp og vekk, sko. Og þú veist, það er kannski þær hugmyndir, svona. En ég held fyrir utan það er enginn sem ætlar að gefa mér eitthvað minna gildi að ég setja ekki kjöt á diski minn, sko. Já, ég var einmitt að reyna að fiska það, sko, með veganismu. Hvort það væri eitthvað tengt honum sem að þú svona fengir svona stundum, af því ég hef alveg verið í þannig aðstæðum, þú veist, og ég er ekki að tala um að ég einhvern veginn svona já, ég er ekki alveg með það, nú er ég farin að borða kjöt, þú veist, ég er ekki að tala um það. Nei, ég meira bara, það er svona þessi tilfinningar sem svona, eitthvað, alveg eins og Lísi með, að því ég er líka lélegur iðnaðarmaður, þú veist, og Hulda er, þú veist, hún sér um að græða og gera heima, og þá stundum fæ ég svona þessa litlu tilfinningu, hvers konar kallmaður er ég? Þannig ég hef alveg fengið svona smá þannig, og vera með svona eitthvað vesen, þú veist, strákarnir saman eitthvað út að borða, og ég eitthvað svona með eitthvað svona vesen, þú veist, herðu, geturðu ertu ekki með eitthvað vegan? Og það svona ég skil hvað með þér. Já, hefur ekkert verið að díla við þetta? Ég veit það ekki, kannski svo er líka kynslóðabil, sko. Já. Ekkert persónulegt, sko, ég er ekki að segja þetta eitthvað gamall, bara en ég er kannski bara rosalega heppinn. Þú veist, þessi vinur minn sem sagði ég hataði dýr, þú veist, hann er alveg 10 árum eldri en ég, sko. Já. En ég myndi segja að svona margir af jafnöldrum mínum eru búin að vera rosalega heilsteyptir í gegnum þetta og svona allavega ekki frá þeirra hlið hef ég ekki fundið fyrir svona vonbrigði með mína eigin karlmennsku. Nei. En ég held að maður dempi svona hana slæðið. Ég hef alveg ég er svona alveg fundið fyrir því að það er verið að henda á grillið til dæmis. Já. Þú veist, það er kannski grillpartí í garðinum, sko, og fólk er að fá sér kótilettur. Já. Tengdapabbi minn líka sjómaður, sko, hann er algjör uddi sem er sígarettinu í munninum, svona. Það er svona við hliðina á honum þegar við fórum út að borða. Það er svona stundum erfitt að finnast í að vera svona kallinn, sko. Já. Það er nefnilega svo merkilegt hvað þessar litlu tilfinningar og þessi lúmsku svona aðstæður að það kroppa aðeins í mann. Ég er ekki að segja að það er sláð mann endur út af laginu, en það er svona kroppa aðeins í mann. Og ég veit ekki hvort það kallist microaggression eða öráriðni eða eitthvað, en þú veist, þetta er svona pínulítil moment sem að verða stundum erfiðari viðgangs og þá allar að mínu upplifun, þá maður að vera dálítið búinn að ákveða sig, þú veist, standa með sínum gildum, hvað finnst mér, af hverju er ég að þessu? Klálega. Og kannski fáum það frá þér, bara ef þú reynir að kjarna veganisma og veganisman kannski þinn niður í svona eina setningu eða bara svona kjarna þetta, hvað gildin þín tengt veganisma? Góð spurning. Þú veist, ég held að svona frá mínu höfði að ég held að þú veist, ef þú elskar dýr, ef þú elskar bara aðra verur, þá er svolítið erfitt að
ímynda sér af hverju þú getur lagt eitthvað frá þeim þér til munns og í rauninni bara ég reyni bara svona upp á síðustu ára að lifa fyrir mig eins mikinn frið og ég get og kannski svona bæði í samskiptum bara við fólk og reyni svona yfirleitt að skilja eftir bros á fólki sem ég hitti sko. Og ég held að það ætti að svona óheppilega orðað blæða út í allt annað sem ég geri en að reyna bara að miðla meiri frið miðla meiri kærleik og veganismi snýst bara gjörsamlega algjörlega það að reyna að miðla meiri frið og hafa gaman þú veist, bara sem hópur og ég held að það er mjög algengt líka hjá vegan fólki að eiga hunda sem að mörgum finnst rosa skrítið af því að hundar borða oftar en ekki kjöt sko. En ég held að þetta sé bara mér er annt dýr og var þetta ekki setning? Var þetta ekki undanbyrsetning? Jú, segum það bara en síðasta spurningin sem að þú sagði mér að spyrja alla og þú fara hana hérna í hausinn uppáhald skyndibiti ég held að sé dumplings á Dragon Dim Sum ég held að sé á Bræðraborgarstíg okay. Eitt til lögum geggja dumplings Er þetta samstarf? Nei, fær ekki greitt það má vera það Herru, Axel F. Friðriksson takk kærlega fyrir spjallið Takk fyrir mig innilega, þetta var veslegt Eftir skammastund þá fáum við næsta viðmælanda í sófann Já, velkomin aftur. Það urðu smávægilegar teknilegir örðuleikar hérna. Við fengum semst fregnir af því að það hefði verið eitthvað högt á hérna streyminu, vonandi er þetta komið í lag núna. En í sófann er hún mætt Ragnheiður Gröndal, söngkona, píanóleikari og lagasmiður og já, bara þjóðargersemi. Velkomin. Hvernig hefur þú það í dag? Bara rosalega gott, gaman að vera komin hingað. Já, takk fyrir að koma. Hérna, við ætlum að tala um veganisma. Ég reyndar vissi að þú væri vegan, en þú hefur ekkert verið mjög ábyrrandi, er það að svona promóta veganisma? Nei, ég reyni að gera það svona á dulbúinn hátt, Já. með því að posta uppskriftum og svona þegar ég er að eitthvað tilraunast í eldhúsinu og svona. Já. Ég er svona aðeins, ég finn að röddin er aðeins að koma, að ég er farin að þóra því, sko. Já. En það er ekkert það langt síðan ég fór alveg yfir í
svona 1,5 ár rúmlega Okay. síðan ég fór að vera alveg svona strikt að ég ætlaði ekki að snerta dýraafurðir en svo náttúrulega langt ferli auðvitað fram að því, þú veist eins og hjá flestum sem að fara á þennan stað sko og já, þannig að Og hvernig, þú veist, hvernig byrjar þetta? Hvernig ferðu svona fikraði inn í veganisman? Sko ég náttúrulega búin að hafa áhuga á þessu bara frá því ég var ung sko, bara að ég var alltaf, byrjaði að stemma eitthvað jóga og svona og það náttúrulega það bara svona grunnurinn undir jógafræðin eru bara það að reyna að valda sem minnstri þjáningu með þínu vistspori sko og en þú veist þannig að en ég var alltaf svona svolítið á hnefanum þú veist, ég var alltaf að því það var enginn í kringum mig beint sem að var í þessum pælingum þannig að ég reyndi náði kannski að vera 1 ár, þú veist 1,5 ár eitthvað grænmetsæti, það náttúrulega var ekki orðið svona algengt að vera vegan, þú veist þegar ég úlingur en ég man að það var einn strákur í menntaskóla í MH sem var alveg vegan og mér fannst það svo sjúklega heillandi og einhvern veginn bara hvernig hann gat þetta sko að því þetta náttúrulega við erum auðvitað alin upp í svona bændasamfélagi þar sem að þú veist fólk bara lifir bara á dýraafurðum og þú heldur að þú lifir bara ekki af án þeirra þannig að þú veist þetta var svona, þetta alveg búin að vera langt ferli hjá mér sko svo var ég lengi svolítið svona flexitarian eins og það heitir Hvað er það? Þú veist, það er svona, þú veist, maður er svona mest megnast plant-based en ert kannski að fá þér einstaka sinnum egg og fisk og kjúkling og eitthvað svona Okay. og ég gert svolítið svona tilraunir líka bara á líkamanum prófa hitt og þetta, alls konar low carb, keto þú veist, bla bla bla, haft bara mikinn áhuga á mataræði og heilsu og svona og leta alveg lengi stoppa mig sko að fara alveg yfir í veganisma að því einhvern veginn það er svo mikið búið að þú veist heila þvóman að það bara sé ekki hægt, þetta sé ómöguleg næring og eitthvað svona sko, ég kem svolítið úr því Jaha en svo enda ég á því, ég hugsaði, heyrðu þú veist, það er ekkert, ég mun ekkert tapa á því þótt ég prófi þetta í 1 ár þannig ég ætla að prófa að vera vegan í 1 ár og sjá hvað gerist og ef ég verð bara að koma með eitthvað svaka skort þú veist, þá bara byrja ég aftur að borða dýr eða dýraafurðir Ok, þannig að þú byrjar þannig bara, Já, þetta er svolítið svona Er það veganúar sem að farið til að byrja? Nei, þetta var eiginlega svona ég held að svona sko þegar fræið sem að var til þess að ég ákvaða að ég ætlaði að prófa þetta var þegar ég las formálan í bókinni hjá Guðrúnu Sóleyju sem er náttúrulega algjör vegan kempa bleika bókin vegan krásir grænkera krásir svo fallegu formálin Já, okay. og þar er hún að tala þetta hvernig við erum systematíst búin að höggva á þessa tengingu á samlíðan með dýrunum bara strax og snemma og en við, þú veist, við elskum náttúrulega hund og ketti og þú veist, svona húsdýr, hvað kallar maður það? Gæludýr? Gæludýr, já. En sem sagt, svo erum við bara samt að borða lambakjöt og eitthvað svona og ég, af því ég er svo mikil forfallin dýravinnur, þá einhvern veginn meika þetta bara ekki sens fyrir mig að borða dýr. Vá. Þannig að þessi formáli bara hitti þig? Já, það var eitthvað svona fræ sem að plantaðist bara okkur, já, ég þarf að prófa þetta. Okay. Þú veist, og svo 2020 sumari, þá loksins þorði ég að taka skrefið, en ég er svona alltaf að minka afurðin, þannig ég gerði þetta rauninni mjög hægt. Já. Það var ekki svona einhver alveg einn vendipunktur, eins og sagt er. Þannig að ég ást þetta svolítið erfið spurning. Já, ég skil. Já. En þú talar að þú væri svona hægt og bítandi að komast út úr skilin að þú sért vegan. Þú veist, er þetta upplifur eitthvað svona, segja, andstreymi á þú sért vegan? Já, bara mér finnst þetta orðið eitthvað svona, hvað segir maður, svona stigmatized eða svona, það er orðið svo rosalega merkingarþrungið og gildislaðið og svona umdeilt. Já, ok. Þannig að þú veist, ég á svona stundum svolítið erfitt bara með orðið af því að, náttúrulega, já, það er mikið af fordómum hjá mörgu fólki. Ég reyni náttúrulega aðalega umkringja með fólki sem er sammála mér í þessu og svona sem getur þolað þetta, en svo kem ég oft inn í eitthvað samhengi líka bara í vinnunni þar sem að, þú veist, það er bara enginn í þessum pælingum, ekkert, þú veist, og fólk bara biður þau að tína kjúklingin úr eða, þú veist, og eitthvað svona. Já. Þannig að, já, ég er kannski svo gömul eða eitthvað, ég veit ekki hvað akkur þetta er svona. Ógeðslega áhugavert. En mér finnst líka áhugavert sko að því að, þú veist, ímyndin þín, ég meina, þú veist, ég held að ég hafi hlustað á þig bara síðan að ég var, já, bara mjög ungur og svona,
svona ótrúlega svona ljúflög og svona einhver ákveðin svona mýkt og ímyndiðin allan sem ég hef af þér einmitt svona ótrúlega ljúf sem hann alltaf samræmist í að vera dýravinnur og elska dýr og allt þetta en síðan eins og þú ert aðeins að lýsa veganismin að fara gegn í rauninni meginstraumnum og einhverju leyti svona eiginlega svona eitthvað fæt þú veist, það barátta í rauninni lendur aldrei í ykkur svona en ég að vera næs, ég vegana því að það næs en samt ertu að lenda kannski í einhverjum ágreiningi og fá fólk á móti þér og eitthvað svona ertu eitthvað að díla við þetta? Já, ég tengi mjög mikið en sko maður getur slökkt í fólki ef fólk til dæmis að segja þetta eru svo miklar öfgar þetta eru svo miklar öfgar eitthvað svona komment sko þá mjög auðvelt að slökka við fólki og segja bara, finnst þér að vera öfgar að ég vil ekki meiða aðra lifandi verur og ég vil ekki, nota peningana mína til að styrkja kaup á afurðum úr öðrum lifandi verum, þá ertu svolítið búin að drepa í umræðinni, sko. Já, en stuðar ekki með þessu? Jú, kannski, örugglega líka, helling, sko. Verður fólk ekki bara brjálað? Og hvað ertu að segja? Hvað gera vel dýrin? Hvað verður íslenskt samfélag? Þetta eru óþolandi rök, þetta með hvað að gera við dýrin. Já. Hvernig svarar því til dæmis? Ég reynir bara að segja, að þetta tekur bara tíma. Já. Við erum ekkert að fara að útrýma bara öllum lömbum, heldur þú myndir bara hægt og rólega bara minnka stofninn, og bara gera þetta einhvern veginn af einhverju skynsemi. Já. Ég tel að þetta sé vel hægt, á næstu 20-30 árum eða eitthvað, ég veit það ekki. Líka því að það týnist oft í umræðinu, sko, bara svo einfalda staðrind að við erum að fjölda framleiða dýrin til þess að drepa þau til þess að borða þau það ekki eins og þetta sé eitthvað svona náttúrulegt þau eru bara þessi krútlu lömb þau bara við erum eiginlega að bjarga þeim með því að drepa þau og borða þau skilur þau, svo staðrind sko við erum aðeins að halda því til haga við erum að fjölda framleiða til þess að fæða við getum bara sleppt því byrjum bara því að sleppa því kannski að fjölda framleiða svona mikið en þá náttúrulega kemur líka spurningin en hvað með bændurnar? Hvað þeir að gera? Ragnheiður Gröndal, hvað eiga bændurnar að gera? Já, ég hef mjög mikla samúð með þeim af því að þetta bara sami svo einu sinni voru hvað kallast það ég segjum bara Nokia símar einu sinni var það allsráðandi bara á markaði, bara Nokia símar svo þegar snjallsíminn kemur þá rauninni bara minnkar businessin hjá þeim bara rosalega mikið þetta alveg sama í rauninni með bændur að atvinnuhættir eru að þróast og breytast í takt við nýja tíma og þá held ég að þá kannski þarf fólk bara líka að vera með smá opinn huga en ég skil þetta alveg ef einhver myndi koma til mín og segja nú mátt þú ekki syngja meira, nú ert þú hætt að vera í tónlist við ætlum hætta að framleiða tónlist og þá þarf þú bara hætt að gera það sem þú ert búin að vera að gera hálfa ævina eða eitthvað ég meina, auðvitað skilja fólk triggerist, ég skilja það bara mjög vel bara 100%. En þetta líka svo nátengt, ég meina bara sögun okkar, einhvern veginn svona ákveðinni þjóðar ímynd sko og náttúrulega fyrir síðan út í sko ríkisstyrkin sem að landbúnaðurinn og dýraframleiðslan hefur þannig að þetta er risamál en einmitt, með tíð og tíma þá kannski verðum við aðeins meira vegan. Hefur þú trú á því samt að eins og bara Íslands samfélag að við getum hætt að drepa dýr til að borða þau? Hefur þú trú á því? Ég veit ekki, kannski eftir 100-200 ára eða eitthvað ég held þetta sé á stóra planinu ég veit það ekki alveg það er erfitt að svara því að maður líka að skoða sjálfans því þá annað fólk bara að þá erum við með svo mikla svona bindingar við mat við erum bara þetta svo tilfinningalegt bara hvað við erum að borða og hvað okkur finnst gott og eitthvað svona þannig að ég veit það ekki alveg en eins og það er bara mjög erfitt að svara þessu þetta er líka meira svona bara einhverjum pælingar sko en ég meina inn í svona ég voru að segja listaheiminum, tónlistarsenunni kannski af því ég allavega upplifði það oft svona vera framsækið og dálítið réttsýnt og jafnvel oft svona augrandi svona hreyfir við samfélaginu listin hreyfir við samfélaginu er mikið af vegan fólki þar eða ég bara veit það ekki alveg reynilega alveg pottþétt einhverjir sko kannski meira yngra fólk líka
Já. En þú ekki rekið á það svona að það sé auðveldara því að þú tónlistarkona og í einhvern veginn þessari senu að þú kannski fittar það bara jafnvel inn í formið af því að ég að búa til einhverja staðalímynd sko, að tónlistarfólki sem gefið réttsýnt og vegan. Er það ekki þannig? Nei, ekki svona eins og ég hef upplifað það endilega en tónlistarmenn og listamenn alltaf upp til hópa eru voðalega viðkvæmar og miklu svona blóma sálir sko. Þannig að þú allan lendir ekkert endilega á okkur svaka veggjum, þú veist, fólk alveg opið og jákvætt gagnvart en ég held að mörgum vaks þetta mikið í augum sko að fara alveg yfir í veganisma sko. Lendur einhvern veginn í því eða þú veist, það kannski hefur ekki lendið að því að þú hefur svona verið svona hæglát með veganisman en hefur einhvern veginn lendið í aðstæðum þar sem að þar sem þú ert upp við vegg og þarft einhvern veginn svona svara fyrir veganismaðinn. Já, ég var alveg lent í því. Og líka eitthvað vinur minn sem sagt Ragga, þetta vegandæmi, please, bara nennur að, þetta bara vitleysa, þú veist, þetta rugl, bara nennur að hætta að vera að posta ykkur svona þetta á Instagram. Og hvernig svarar því? Ég bara tók debatinn við hann, sagði bara hann verður bara gamaldags og úreltur, þú veist, að vera með svona tröll og trú á kjötneyslu. Og finnst þér alveg auðvelt þú veist ertu komin með að ég man og ég verði eiginlega heimfæra yfir að sjálfa mig þó mér finnst það alltaf astanlegt að vera í podcasti að tala sjálfa mig, það er ákveðin hugrenningatengsl sem verða hjá mér en sko ég man að ég einhvern veginn komin með hugsjónuna og skilningin og svo lendi ég á einhverju svona en hvað með einhver punktur og þannig að ég var alltaf ógeðslega feimin ég einhvern veginn forðaði mig bara alltaf undan umræðinni að ég var ekki með öll svörin, ég bara vissi ekki hvernig ég átti að svara þessu en upplifur alveg að þú sért bara þú situr bara vel í þér og þú bara með öll þessi svör og bara komið með þetta og ég skal útskýra fyrir þér af hverju þú ættir að vera vegan. Nei, það fer svona eftir viðmælandanum sko. Sumir eru mjög svona liggja vel við höggja að maður getur bara haldið langa fyrirlestra þetta og svona, þú veist, komið fólki á þessa skoðun en ég fæ síðan alveg oft bara hjartslátt sko, því ég er alveg það viðkvæm sko, ég bara fæ nei, ég get ekki tala þetta, ég fæ bara svona hjartslátt þegar fólk byrjar að bögga mig yfir þessu og þannig að ég held að sé líka ágætt fyrir fólk að segja bara þetta er alveg rétt hjá þér, við þurfum ekkert að vera þú veist, þetta er bara alveg rétt að sojaprótein er bara hræðilegt og erfðabreytt og eitthvað svona að segja bara svona let go, ég held að sé raun og veru miklu skynsamlegra heldur en að vera með nefan á lofti sko, að predika ég það stundum að stoppa mig af, þú veist, eins og bara manni minn til dæmis, ég er svo mikið að tala þetta alltaf við hann sko, hann er svona alveg sammála mér sko, en challengear mig kannski smá. Já, hann er ekki vegan? Ekki alveg sko, hann er svona meira flexi ennþá, svona matarkrati eins og það heitir, og þú svona borða bara það sem hendar hverju sinni sko, en ert bara mjög, hann elskar alveg vegan mat og allt svo les. Ég get ímyndað mér að það sé samt alveg pínu krefjandi að einmitt að vera væntanlega í sambúð eða hvað, deila heimili og það er algjörlega einhvern veginn, þú veist einmitt, það er sikkort mataræði að bel. Nei, það er endur ekki þannig. Nei, það er ekki þannig? Nei, þeir borða alveg matinn sem ég elda bara og stundum fá þeir sér kannski bara kjúklingu ef þeir vilja það og þannig að það verður ekkert. Þannig að það verður aldrei neitt svona klass í lífsskildum og hugmyndafræði? Nei, alls ekki sko, ég held að eins og maðurinn minn, hann er alveg með mér hann bara, þú veist, honum finnst þetta bara erfitt að fara alveg þarna yfir og sleppa öllu af því að svona, hann segir líka, honum finnst hann oft fá orku úr kjöti til dæmis og svona, ég meina, þú veist, sem ég get alveg skila því það er bara það sem þú ert vanur að alin upp við og þannig að þá fær hann sér einstaklega sinni kjött en yfirleitt borðum við bara vegan mat heima sko. Já, einmitt. Þannig að, og þá er það bara það sem er í boði, þú veist, ég er ekkert að gefa afslátt og elda eitthvað tvöfalt, ég vil ekki koma nálægt þessu. Nei. En þú sagðir aðeins sko, ég held að verið þú, en núna munum við rugla saman viðtölunum sko, hver sagði hvað en mér minnir að verið þú sem sagðir að vera mikill dýravinur. Já. Og Hulda, kona mín hún Hulda sko, hún einmitt segir sko, og mörg segja að það er ekki hægt að vera dýravinur og borða dýr. Nei.
einmitt. Hvernig... Nei, allan í mínum huga skil ég ekki hvernig það hægt, þú veist, eins og til dæmis bara, þú veist, þú ert með kýr eða hesta og eitthvað svona og svín og þú kannski alveg getur vel verið að einhverju bændur sé að bara koma mjög vel fram við dýrin, ég trúi því alveg, en einhvern veginn að geta síðan bara á einum tímapunkti ákveðið að skjóta síðan bara lambið sem þú ert samt búin að vera kannski að klappa og knúsa eða hvað veit ég. Ég hef reyndar ekki mikið verið í sveit en aðeins, ég var sem barn fór ég í sveit og þá sá maður þetta eins og svona hvernig þetta og það algjörlega ofar mínum skilningi hvernig það hægt sko. Þetta bara eins og ég væri með kötti minn og ég alltaf að knúsa hann og rosa góð við hann svo einn daginn ákveð ég ætla bara að skjóta hann því ég mig vantar að fá mér að borða veist. Ég skil þetta ekki sko. Þetta ekki make sense. Nú svona sé ég fyrir mér fólk bara urlast af bræði að þú orðar þetta svona af því að það veist, og ég var alveg þannig líka sko, svona algjörlega aftengdur, ég held að það sé bara nauðsynlegt til þess að við í rauninni getum lifað með öllum þessum öllu þessu skinni skilu af dýrunum, dauðum dýrum, leðrið og allt þetta og borðað öll þessi dýr, þá held ég að sé nauðsynlegt að aftengja að þetta sé lifandi vera, að þetta sé einhvers konar sál, að þetta sé ég held að fólk geri þessa aftengingu og það stuði það svo rosalega þegar þetta orðað svona taka köttinn og eitthvað en hvernig myndirðu svona eða væri manneskja segjum það sé manneskja að horfa á okkur og svona forvitin elskar ost rosa mikið sér ekki fyrir sér að geta eitthvað verið ekki í leðurskóm eða eitthvað ertu með eitthvað svona hvernig geturðu sannfært mannesku að bara taka skrefið inn í þennan lífstíl? Ég held þú þurfir að vilja þetta svolítið svona í hjartanu og það var þannig á mér, ég vissi hvernig í hjartanu var þetta sem að mig langaði til að gera þrátt fyrir eitthvað mótbyr í umhverfinu sko. En kannski besta ráðið kannski bara að vera með opinn huga, þú veist, að hugsa bara þetta rosalega skemmtilegt, þú veist, það hefur aldrei verið jafn gaman að borða og kaupa mat og mér finnst þetta æðislegu lífstíll þannig að ég myndi meira kannski hugsa það bara að þetta ekkert vandamál eða erfitt, þú veist, þetta bara skemmtilegt bara prófa sig áfram og eins og með ostin það ráð sem að ég fekk að því að hann var svona með því síðasta sem fór út hjá mér að því maður svona attached við, þú veist, ristabrauð með osti rosa binding við það en bara að prófa bara að sleppa osti í 2 vikur eða jafnvel mánuð og bara prófa það fá sér bara hummus og gúrku eða eitthvað í staðinn eða hnetusmjör eða bara, þú veist, bara prófa að hvíla ostinn og og svo bara ef þú saknar hans þá getur þú bara byrjað aftur eða eitthvað, ég veit ekki en allavega, þú veist, þetta einhvern veginn ekki að gera þetta að svona miklu vandamáli ég held að það væri ráðið sem ég myndi gefa og líka, sko að ég var svo upptekinn af því að, þú veist, ok, hér var kjúklingur þessum rétti, þannig að þá ætla ég að finna eitthvað sem eiginlega alveg eins og kjúklingur skilurðu, að þetta það alltaf mín reynsla, að þetta fyrir að breytast ég hætti að vilja fá alveg eins og kjúkling eða alveg eins og osturinn sem að ég var að borða sammála, þú veist, ég fer svona einhvern veginn bragðlaugarnir bara breytast ef við tölum mataræðið og maður bara aðlagast og fyrir utan þá kannski verður samviskan aðeins svona tærari og hrædni þegar maður nær svona að fylgja, að því að fólk sem fer inn í þetta eins og þú sagðir, það yfirleitt einhver hugsjón einhver samviska einhver réttlætiskennd jafnvel sem að hlýtur að keyra okkur inn í veganismann. Það það alveg klárlega sko og mér líður núna einhvern veginn eins og ég ná að lifa svolítið í samræmi við mín svona dýpstu gildi þú veist, og þannig að mér líður rosalega vel á þessu mataræði og í þessum lífstíl og auðvitað maður síðan alltaf að læra eitthvað nýtt þú veist, þú fattar alltaf að tannkrem ekki vegan þú veist, það einhver beinamulningur í tannkremi þú veist, maður bara, þú veist, af hverju þú veist, þannig að maður auðvitað kannski slesast eitthvað onni mann bara, en þú veist, en allavega ásetningur manns að, þú veist, þú ert bara að reyna að sneiða hjá dýraafurðum Þú ert ekki fallin að þú tannburstaði með beinamulningum Nei, mér finnst ekki, held að maður eigi ekki að vera með svona mikið svona fullkomnar áratu heldur í þessu, þú veist, ef þú slesast og eins og með veganor, eins og hann var að segja Axel að þetta bara svona til þess að fagna þú veist, fagna veganismanum og þó
þótt að fólk borði eitthvað smá dýr eitthvað staðar, þá er ekki allt ónýtt sko, þú veist. Síðasta spurningin sem öll fá, uppáhalds skyndibiti. Heyrðu, það er náttúrulega jömm. Mér finnst það alveg yndislegt og ég mæli með því ef að fólk er svona serious með að vilja verða vegan, að þá er rosa gott að fara á jömm, svona ef fólk vantar orku og svona, að skella sér á jömm. Hvað ertu að vinna með á jömm? Ég er að vinna með yfirleitt sko Púlt Umf borgaran. Já. Ég er svona yfirleitt þar en ég er náttúrulega búin að smakka allan matseðilinn. Mér finnst það æði. Einmitt. Þú mælir með jömm, ég mæli líka bara með vegan búðinni yfir höfuð. Nákvæmlega, segðu. Svona aðeins að plugga vegan búðin inn, sko. Já, Nei, samt án gríns, að það er svo ógeðslega margt þar og það er náttúrulega allt vegan þar. Nákvæmlega, þú ert ekkert að hugsa, bara ferðan inn og fyllir innkaupakorfuna. Já, nákvæmlega. Ragnheiður Gröndal, takk hérlega fyrir spjallið. Takk fyrir mig, takk. Eftir skamma stund, þá fáum við næsta viðmælanda. Jú, velkomin aftur. Ég var að frétta á því að það væri ennþá smá högt á myndinni, en mér skilst að hljóðið sé ágætt, þannig að þá heyrist allan í því sem við erum að tala um. En síðan náttúrulega með líka vita það að þetta verður allt aðgengilegt þegar að viðburðinum er lokið, að þá getið hort á þetta hnökralaust inn á Facebook, og Karlmennskan, hlaðvarpið Karlmennskan mun líka gefa þessi viðtöl út í viðtala formi, þannig að þá getið nálgast þetta þar líka.
En að næsta viðmælanda, það hann Bjarni Snæbjörnsson leikari sem sestur í sófann. Velkomin Bjarni. Takk fyrir. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Og bara til hamingju með sýninguna þína. Sjálfsævi sögulega heimilda söngleikinn Góðan daginn faggi. Já, þakka kærlega fyrir. Þetta lengsti titill á leikriti sem ég á æfinni heyrt eða séð. Já, sko, titillinn náttúrulega Góðan daginn faggi. Já. En svo þetta sjálfsævi sögulegur heimildasöngleikur. Já, það það sem þetta er. Já, einmitt. Ef við kannski aðeins að byrja á því að ég hef farið sko tvisvar á þessa sýningu og bara, vá, þetta er geggjað sko. Takk fyrir. Hvernig, viltu kannski að segja mig bara frá sýningunni, svona fyrir þau sem veit ekki neitt? Já, þetta er í bara mjög stuttu máli byggt á dagbókum mínum sem ég hef haldið og bréfaskriftum frá því ég var bara barn við pennavinni og móður mína og svona og ég bara bjóð til sýningu þar sem ég geri henni upp það ferli sem það að takast á við sjálfan sig og kynnið sína og svona líta á það í gegnum linsu bara mína í dag sem 43 ára hinsegin karlmaður og með þá visku sem ég hef náð mér í gegnum tíðina og svona skoða þennan unga mann sem að ströggla við ýmislegt og reyna að koma út úr skápnum og reyna að skilja sig og skilja heiminn og svona og já, þannig að þetta er svona uppgjör bara. Þú veist að þetta er einhvern veginn svona einmitt sýning og finnst þér ekkert erfitt að koma í viðtöl og segja frá sko sýningunni án þess að gefa of mikið upp? Nei, ekki núna. Þú veist, það var það kannski fyrst að því ég var kannski í síðasta sumar þegar við vorum ennþá bara æfana til að frumsýna og það var ekki alveg viss hvað þetta væri. Já. Og ég var svo mikið inn í því og maður einhvern veginn alveg inn í búblunni sko. En það var svona eftir á þá svona skil ég það betur og ég veit betur hvað þetta er. Já. Þannig að, og ég búinn að tala þetta nokkur sinnum. Já, líka, já. Það hjálpar. Búinn að búa til setningarnar. Já, en já, við ætlum nú ekki bara að tala þetta, heldur veganisman. Hvað ert þú búinn að vera vegan lengi? Heyrðu, 4 ár núna í janúar. Ókei. Já. Einmitt, og hvernig byrjaði það? Sko, ég var grænmetisæta fyrst, sko. Það var, það byrjaði í rauninni, ég hafði alveg svona hugsað það, ég hef aldrei verið mjög hrifinn af kjöti. Þú veist, það var náttúrulega, ég alin upp á Vestfjörðum í fiskiþorpi og það var mjög mikill fiskur og alltaf lambakjöt á sunnudögum og svona. En svo svona þegar maður fer að búa sjálfur þá var ég eiginlega bara að borða kjúklingabringur maður svona alltaf að hugsa mataræði og mikið í ræktinni þannig maður svona borðaði bara svona þetta fytulitla kjöt sem allir voru alltaf að tala Svo man ég eftir því að maður svona byrja að hugsa og það fólk farið að verða kannski grænmetisætur kringum mann og finningarmun og eitthvað svona og svo sá ég heimildamynd sem heitir Before the Flood með Leonardo DiCaprio sem fjallar loftslagsmálin Ég sá hana, þú veist hvort það ekki bara í október þú veist fyrir rúmlega 5 árum síðan og ég fór bara að gráta yfir hvað við varum að gera við jörðin okkar og hvað þetta var bara vel heppnu mynd og bara sýnir sannleikan og ótrúlega sorglegan sannleika sem við vitum öll sem í gangi og fólk að berjast gegn því fyrir jörðina og svo stendur einhvern veginn svona þegar myndin búin þá kemur svona stafir og það stendur, þú veist, hvað getur þú gert eitthvað svona og þá eitt var því var og þú veist, það var náttúrulega ensku en það var sem sagt, borðaðu minna kjöt og ég er hættur að borða kjöt bara á nóinu og viku síðar þá kom stórskemmtilega brúneggjamál upp mannst eftir varpænunum sem voru svo frjálsar og hamingjusamar Shit, sko. Og en þetta var svo hræðilegt og ég var bara með gráðþæðan í kverkunum að horfa á þessar greiðhænur sem að ég var búinn að kaupa öll eggin frá Já, þetta átt að vera svona hamingjusama hænur Já, 100% og svona brún egg og bara, þetta lítur að vera svo oft svona náttúrulegt, hugsaði ég og var alltaf bara rosa mikið að hugsa bara, hamingjusama hænurnar þeir vilja verpa fyrir mig og eitthvað en svo ángríns, þetta var svo mikil svik það var svo mikil svik og ég bara horfði á öll þessi dýr og öll þessi líf bara einhvern veginn alveg þar voru bara einhverju kripplingar og einhvern veginn það var bara ógeð og ég hætti bara strax að borða egg
ég gaf eggin sem ég átti, kláraði þau ekki einu sinni og svo og svo leið svona rúmlega ár og og þá bara, já ég var út á Bali reyndar, sem einn besta ákvörðun sem ég hef gert ævina, að fara til Bali í janúar og var búin að vera í Ubud sem svona jógabær og borða mikið vegan og allt í einu eftir 2 vikur var ég bara eitthvað, ég er búin að borða vegan í 2 vikur, svo bara heyrðu, ég ætla að halda það áfram. Já. Og það var þá önnur mjög góð ákvörðun sem ég tók þann janúar. Og ég hef ekki snúið við og ég lofaði sjálfum mér að fara aldrei á hnefanum inn í veganismann, bara að gefa svo smá tíma og sjá hvert það myndi leiða mig og ég hef ekki snúið við. En talandi sko aðbúna dýra og brúnleigjamálið, af því að það er svo ótrúlega svona rótgróin mýta, já, þetta er nú ekki svona á Íslandi. Það sem við stöndum alltaf í þeirri trú að það sé nú svo rosalega vel farið með dýrin á Íslandi og þau eiginlega bara, þau biðja bara um að deyja, þau biðja bara um að vera drepin. Já, einmitt. Þú veist eitthvað, það er alltaf ekki sagt þannig, en það er alltaf verið að réttlæta í rauninni dýradráp á þessum forsendum að aðbúnaðurinn sé svo góður, en í útlöndum þá hins vegar sé þetta nú allt öðruvísi og þar er þetta kannski slæmt. En síðan held ég að fólk sé nú ekkert eitthvað bara að neyta íslenskra dýraafurða sko. Fyrir utan það. En hvernig þú veist, nú ertu búin að vera vegan í 4 ár, hvernig finnst þér, ég meina það er alltaf að koma upp einhverja fréttir aðbúna dýra, þú veist, blóðmeramálið, aðbúna svína, þú veist, hvernig minka, bara það er endalaust af alls konar sem að er ekkert alltaf verið að svona draga upp á yfirborðið. En hvernig finnst þér að fá þessar fréttir, sjá þetta, heyra þessu? Þetta er náttúrulega bara hræðilegt og það sem var sko áhugavert í mínu ferðalegi var að ég var fyrst, eins og ég segi, að gera þetta fyrir jörðina, þú veist, fyrir loftslagsmálin og að bara svona taka eitthvað skref fyrir mig, bara litla sem ég get gert og taka bara afstöðu og leið og ég gerði það, þá byrjaði ég svona að laumast að mér dýravelferðin og svona þá leyfði ég mér allt í að fara að hugsa það og þú veist, og það svona læddist leið mér, aftan að mér að bara já, en nú er ég búin að þú veist, taka þetta út og svo bara en svo bara með kindurnar bara þessi fjöldaframleiðsla þú veist, þessi fallegu frjálsu lömb, og svo eru þau drepin og bara smalað inn í bíla og keyrt mörg hundruð kílómetra og inn í eitthvað ógeðslegt, þú veist, sláturhús og svona, en sko kindurnar sjálfar bara ár eftir ár eru látnar unga út, þú veist lamba út, bara endalaust af lömbum sem svo er bara hrifsa frá þeim og þetta er bara hvað þótt þetta sé í fjallasal og fallegt og það er borðað lyng og eru glaðar, þú veist, þá er þetta samt fjöldaframleiðsla og og mér, þú veist, og bara allar þessar fréttir minka og þetta fer og það að leyfa sér að hafa samkenndina er erfitt af því að maður verður líka triggeraður og maður bara verður svo fyllist svo mikilli reiði fyrir hönd þeirra sem að hafa ekki rödd sem eru grei dýrin sem að einhvern veginn er bara algjörir leiksoppar og við einhvern veginn erum nýta þau okkur til ég veit það ekki velþóknunar og yndisauka og bara fyrir af því að við okkur finnst það gott þú veist, það er engin afsökun til þess að fara illa með dýra að drepa sko En að því þú segir einmitt að svona megin ástæðina svona dræfið þitt inn í veganisman er umhverfismálin þú veist, hvað er það? Þú veist, hvað var það svona þú veist, að þetta er svo þú veist, maður er að breyta lífsstíl þú veist, maður er að breyta svona því sem maður er vanur og þú veist, hvað er það sem að snerti svona rosalega djúpt tengt umhverfismálunum? Til dæmis bara vatnsnotkun það er bara úrgangurinn frá öllum dýrunum þú veist, landið sem er notað til þess að rækta korn og gras sem fer svo í dýrin í staðan fyrir að rækta bara fyrir okkur beint þú veist, miklu hagkvæmara í rauninni og bara flutningar á þessu öllu og þú veist, fram og tilbaka og þú veist, ég sé það hvað við gætum gert á Íslandi til dæmis að þú varst að tala á þennan bændurna þú veist og hvað með þá bara að fjölga í grænmetisrækt þú veist, við eigum svo óendanlega mikið af resursum þú veist, fyrir góða orku og ódýra orku sem er mjög umhverfisvæn þú veist, að bara að búa til meira grænmeti og meiri fjölbreytni
og ég veit ekki, soja, ég veit, þú veist, það eru sérfræðingar þarna úti sem eru örugglega betri í því en ég, en að finna bara leiðir til þess að gera þetta bara beint úr plöntu og bara til okkar. Einmitt. Það fyrir að fara í gegnum dýrið og svo til okkar. Einmitt. En sko, áður hún tekur þessa ákvörðun, ég ætla að vera vegan fyrir umhverfið, þetta gengur ekki, allt þetta land, allt þessi mengun, allt þetta, þú veist, ertu þá búin að viða aður upplýsingum eða ferðu fyrsta stað á þessari tilfinningu eða ertu, þú veist, ég er að spá hvar er dræfið, það tilfinningin, þetta hræðilegt, eða það röklega, þetta gengur ekki upp? Já, fyrst var bara einhver tilfinning. Já. Af því að bara, þetta var mjög tilfinningaleg tenging sem ég átti við þetta. Já. Og við ákvörðunina og svo einhvern veginn bara raðast rökin upp fyrir mér og líka raðast upp rökin á baku mig sem að ég hef bara einhvern veginn alltaf bara tekið sem sjálfsögðan hlut og aldrei pælt í áður. Þú veist, bara að við erum eins og þið voru að tala áðan, maður að, þú veist, það voru fullt af sveitabæðum en það rétt hjá þaðan sem ég er og á Tálknafirði og þú veist, og það maður bara, ég átti einhvern hrút, þú veist, í einhverjum, þú veist, á Plataf og Ömmu, þú veist, á Felli sem var utar í firðinum og á bara æðislegu hrútur og þú veist, svo bara fullt af lömbum og var alltaf að klappa þeim og þú veist, og maður einhvern veginn bara er hluti af þessu og maður borðaði maður bara þau og maður pældi aldrei í því. Þannig að þú veist, að leyfa sér bara að vera með samkennd, þú veist, ég held að í alvörunni að það geti breytt ekki bara þessu, heldur svo mjög mörgu öðru í heiminum, sko. Af því að við erum öll með samkennd, eða flest, allavega. Já, flest. Ekki öll. Ekki alveg öll. Not all men, sko. En hvað með, ég er að velta fyrir mér, þú veist, á því þú ert leikari og væntanlega ertu í alls konar aðstæðum, lendur aldrei í því að það er vesen fyrir þig að vera vegan og þá er að segja borða vegan, þar sem þú lendir bara í vandræðum? Ekki í vinnunni. Það er bara, ég er í þjóðleikhúsinu núna og það er alltaf vegan og ekki vegan í boði og það er bara örugglega 50-50 sem það skiptist á þessum 300 manna vinnustað. Já, það? Já, ég myndi segja það, sko. Það er rosalega mikið og bara fólk velur það bara af því það er í boði og það er gott líka. Það er bara rosalega vel gert hjá kokkunum þar. Okay. Nei, veistu, ég er bara, mér finnst eiginlega mesta vesenið, ef ég sé alveg segir, er að ferðast innlands á Íslandi. Að bara finna staði sem að bjóða upp á gott og bara hollan mat á bara matselum. Þú veist, það eru kannski þessi stóru bæir eins og Akureyri og Egilsstaðir, ef ég man rétt, allavega að fengja gott þar, en svo bara einhvern veginn allt á milli, þessar vegasjópur. Þú veist, maður verður alveg þreyttur á vegahamborgarunum. Þú veist, þótt að sé vegan dag eftir dag, sko. Það væri nú gott að hafa eitthvað annað í boði en það, sko. Sko, talandi aðeins við þetta, getum við aðeins farið inn í sko, hvað er málið með að alltaf ef það er á svona fancy veitingastöðum eða það verið að gera, svo erum við með vegan útgáfu og þá er það alltaf eitthvað svona ótrúlega skrítið eins og með súkkulaði. Ég reyndi að það er ekki alveg að mikið þannig núna en það var alltaf að tróða einhverjum berjum í það, einhverjum rauðum berjum með súkkulaðinu, bara af hverju? Af hverju? Er þetta persónuleg preference hjá þér? Viltu ekki ber í súkkulaði? Nei, og ég er bara brjálaður að tala þetta. Ég heyri það. Nei, en það er alltaf svona ótrúlega steiktar útgáfur af hverju get ég ekki bara fengið bara venjulega grillaða samloku í þessari sveitasjoppu með vegan osti. Akkurat. Bara það. Nákvæmlega. Af hverju þarf þetta að vera eitthvað ógeðslega flókið? Einmitt. Ég lendi í einum vandræðum eins og ég fór í einhverja sjoppu á Akureyri, það var einhvern veginn allt lokað, ég var bara eitthvað deyjurhungri og það var bara eitthvað svona algjör bulla, ég man ekki hvað hún heitir og fer inn og það er bara eitthvað, þú veist, borgari, pilsa, samloka og eitthvað og það var bara, mér langaði ekki franskar, þannig ég bara áttu eitthvað salat, það var bara eitthvað, þannig ég fekk í bakka bara salat og tómatsneiðar með engu, þú veist, og ég var bara eitthvað, þannig að þú veist, þetta var svona mesta vesenið, þannig að ég lærði þarna að vera bara svolítið skipulagður og þegar ég og kæristinn minn förum í, þú veist, ferðalag kannski landið, þá er ég bara með nesti og ég bara geri baunapotrétti og er bara tilbúin, þú veist, með eitthvað á kantinum og prímusinn bara og Við erum núna kannski ekki að lokka fólk svona inn í þetta en að þessu sögðu að þó að þetta sé svona þjáningar okkar að þá eru þær engar í samanburði við
það er þjáningar sem að við erum að í rauninni forða dýrunum og umhverfinu undan og líka af því að ég held ég að vera að ferðast síðasta sumar að það er alltaf eitthvað vegan í boði það er alveg þannig þó að maður kannski fái smá leið og sé með ákveðna kröfur sem að ég veit að svona, ég er búin að vera þarna í 2-3 ár, þú 4 ár að við sem að erum svona búin að vera í nokkur ár eða nýorðin vegan að ég var að tala við eina vinkunum minna sem er búin að vera í 15 ára eða eitthvað og hún sagði það hvarflar ekki að henni að vera með einhverja kröfur það ætlast til einhvers það er rétt þannig að það er líka eitthvað sem ég heyra að sé orðið breytt að það er bara er ekki vegan, hvaða rugl er þetta? Akkurat er ekki hægt að fá neina vegan sko í þessari búð, hvaða djók er þetta? Akkurat þannig að það eru svona, komna meiri kröfur að því að það sem að markaðurinn skilur er eftirspurnin og bara peningarnir tala og þú veist og það er bara ráð að ég ger þetta bara mjög reglulega bara og svona pínlítill pólitískur gjörningur hjá mér að þú veist að ef ég veit mér að það er ekki til eitthvað vegan á veitingastað þá spyr ég samt bara til þess að minna á að við erum líka borgandi kúnnar og þetta er kannski sem við ættum bara öll að gera ég veit ekki hvað myndi ég án gríns að þetta er bara það sem að virkar Svo höldum aðeins áfram að kvarta á góðum nótum samt væri það stórkostlega flókið fyrir þessar íslensku sælgætisframleiðslur að henda í nokkrar útgáfur af einhverju svona old school nammi vegan þetta er rosalega góða punktur til dæmis, ég held og kannski er einhver annar sem getur svarað því sem kemur á eftir mér ég til dæmis get ekki keypt ég kaupi aldrei nammi í bíó það er bara pop og gos af því að það er bara, ég bara rúlla alltaf í gegn og það er bara, ég sé að það er ekki vegan þannig að þetta er frábær punktur af því að sko við erum að tala um að Magnum ísinn og Galaxy súkkulaði það er alveg vegan en nei við getum ekki fengið góður hraun vegan það er of-flókið akkurat, meiri setja dökka það er með helvítis mjólkutöftinu sem er allstaðar þetta er svona smá self-preferensar í gangi ég elska nammi og ekki súkkulaði með berry me en mér langar aðeins að fornast sko ég veit að þú náttúrulega ekki samanburðin en þú veist upplifur að gæti verið eitthvað auðveldra fyrir þig að fara gegn þessari kallmennsku hugmynd eins og Axel var að lýsa á þann hann fá svona einhver athugasemdir eitthvað ekki alveg maður að þenni vegan sleppur þú undan þessu eða ég held að þú veist og þá náttúrulega bara að það komið til skapnum sem hommi náttúrulega gefur manni þá er maður strax búin að losa svolítið sig undan kallmennsku hugmyndum að þú veist allavega fyrir sjálfa mig þannig að það var ég man ekki að hafa hugsað það einu sinni þegar ég varði vegan eða grænmetisæta ég ímynda mér samt að það geti verið sko að því að þú stígur út úr þessari ráðandi kallmennsku og ert þetta sem að við fyrirlítum þú veist samkynhneigður kallmaður skilurðu einhvern gjaldfelling á kallkyns einstaklingi að þá ímyndaði mér að komi kannski þá að þú þurfur að vinna upp skortin og kallmennskunni annar staðar þannig að þetta væri jafnvel ekkert endilega að vinna með þér að vera samkynhneigður inn í veganismann að þú þurfur að halda þó allavega í einhverja kallmennsku var það ekki heldur þannig? Nei, guð minn góður, hvað ég nenni því ekki ég reyndi það meðan ég var ennþá inn í skapnum það var bara versta tímabil lífs míns þannig að aldrei fer ég þangað aftur Nei, þú lýsir því sko, þessum þjáningum náttúrulega á fáránlega komiskan hátt sko. þannig að það er svo merkilegt sko, hvernig þú getur í sýningunni hvernig þú getur svona litið tilbaka og dreigið upp þessar þjáningar á svona komiskan hátt er það ekkert krefjandi? Jú og það var mjög alveg krefjandi bara að skrifa þetta og vera ekki sko, og þetta er það sem ég er búin að hugsa líka í gegnum þetta við erum öll einhvern veginn allt við erum þú veist kallmannleg og kvenleg og við erum all element í okkur við erum líka með samkennd og við erum reið og við erum ástkær og kærleiksrík og við erum pirruð þú veist, einhvern veginn við erum með þetta allt þannig að það að vera þú veist, einhvern veginn með þessa sögu sem er bara traumatísk út af öráreiti sem að verði fyrir samfélaginu að fá bara stanslaust á sig að ég er réttur einstaklingur þannig að vera gagnkynhneigður og þú veist, og ég það bara samsama með þar en það gekk ekki af því ég er ekki það að þá leiðum að ég losaði mig undan því og þá áttaði mig á því að ég get verið það en líka
bara frekar kallmannlegur þú veist, ég get alveg verið og þú veist, bara allt sem að ég og margir og oft bara hlutir sem að í togstreitu við hvern annan og það má líka þannig að þú veist, og það bara og þess vegna kannski var það finnst mér að gjöf að vera hinsegin og kannski var það þá einhverju leyti auðveldara fyrir mig að bara fylgja hjartanu og fara inn í veganisma að vera grænmetisæta og hætta bara kjöt og vera alveg sama þótt að vera vesen fyrir aðra mér finnst það einhvern veginn erfiðast fyrst sko Já, vesen fyrir aðra Já, það var svona meðvirknin í mér að bara svona ég komið mat bara ég geti komið með þú veist bara maður tilbúin alltaf bara með eitthvað í fristinu sem ég get bara mætt með skellt í ofnin en ég get svo bara sjálfsögðu borðað meðlætið þannig að þú veist en svo bara einhvern veginn venst þetta hjá nánasta fólkinu manns og ég á nokkra nána vini sem eru vegan og þannig að þú veist þetta já Svona að lokum hvað myndir þú segja við einstakling sem að horfa og einmitt í þessari togstreitu að vilja einhvern veginn vera vegan en ekki alveg að taka skrefið en samt að horfa og hlusta hvað getur þú sagt til þess að push it, íta við komandi sko bara leyfðu þér að bara lifa eftir kjarnagildunum þínum hvað sem það að hugsa náttúruna og jörðina að hugsa dýrin, að hugsa heilsuna bara leyfðu þér það bara Geggjað, Bjarni Snæbjörnsson leikari, takk hérlega fyrir spjallið Takk fyrir mig og eftir stutt hlé þá fáum við næsta viðmælanda Velkomin aftur, Anna Hulda Ólafsdóttir, doktor í verkfræði sem hefur sérhæft sig í kvikum kerfislíkönum mætt í sófann, velkomin. Takk fyrir. Hefur kannski að byrja á þessum kviku kerfislíkönum. Þetta var rannsóknarefnið, hvað doktorsrannsókniðin, fjallaði þetta eða hvað? Já, í rauninni eftir að ég útskrifast sem doktor þá hef ég rannsakað mikið með þessar aðferðafræði þannig að ég hef unnið í stórum verkefnum ég er hætt í slíkri rannsóknarvinnu í Augnablikinu, búin að færa mig yfir til Veðurstofunnar en var dósent hjá háskólanum eftir sem sagt að ég útskrifaðist og svona síðasta rannsóknarverkefni sem ég var í þá var ég með að skoða loftslagsmál svolítið þar sem við verum að verkefni fjallaði sem sagt low carbon society og kvik kerfislíkun bara ein aðferð af hermilíkunum ég voni ég sé ekki búin að missa það ég finn bara
fara strax á fótbolta. Ég veit alveg hvað þú ert að tala um, sko. En þetta var bara rosa svona stór módel og ég var í rauninni að horfa á sérstaklega auðlindir heimsins út frá því að við förum í þessi orkuskipti meðal annars og bara horfa á þessar sviðsmyndir sem nú eitthvað orð sem að fólk fara að þekkja mikið. Og þú veist, á þetta einhvern þátt í því að þú sért vegan eða er þetta algjörlega ótengt? Sko, já og nei. Þessi aðferðafræði heillaði mig að því að þetta er svo hermaaðferð sem gerir þig kleift að taka inn miklu fleiri breytur heldur en aðrar hermaaðferðir. Þú getur tekið inn social breytur líka, eða svona samfélagslega breytur og það opnar sko að þú getur leyst viðfangsefni sem eru svo rosalega fjölbreytt og ég hef mikinn áhuga á umhverfismálum og það til dæmis viðfangsefni sem er kjörið að skoða svona og bara þessi stóru kerfislægu vandamál sem við erum að standa frammi fyrir og ég held að sé þá fyrst og fremst út frá þá loftslagsþættinum og umhverfismálum sem að þessi líkön og þessi heildræna sýn sem að þau gefa manni í rauninni sem að í rauninni kannski styðum í því að bara þessari sýn minni að vilja að bara lifa aðeins betur, gera aðeins betur. Þannig að það má segja að þessi ákvörðun þín og þessi gildi, þessi lífsstefna, veganismin sko hjá þér, hann sé svona þokkalega vel röglega undirbyggður. Já, það má segja það. Ég myndi samt sko, það byrjaði kannski ekkert endilega þarna, ég var ekkert sérfræðingur í kvikum kerfislíkunum þegar þessi fyrstu fræ voru sáð í svona minni vegferð ef ég hugsa alveg tilbaka sko. Okay. En ég hef alltaf verið mikill umhverfisinni og er alin upp við það að ég man bara þegar ég var lítil þegar það voru sko 5 ruslafötur heima af því að mamma flokkaði allt skilur og undan einhvern veginn öllum og rosa mikið af grænmeti alltaf á boðstólnum og svona jákvæðinni ákveði fyrir grænmetisfæði þó að það væri bara alætur heima sko. En það var samt þessi jákvæðni sem var til staðar og bara þessi umhverfisvitund. Já, einmitt. En síðan ertu líka á fullu í íþróttum. Þú ert sko búin að keppa heimsleikunum í crossfit og ólympískum lyftingum, 36 Íslandsmet. Ertu vegan að vinna þessi afrek eða? Já, svona vegan flest af þeim og sko kannski einhver grænmetisæta. Það má segja ef ég fer bara yfir hvenær ég byrja að vera grænmetisæta, ég geti tekið íþróttaferilinn þarna líka inn sko. En þetta svolítið, kannski eins og hjá mörgum viðmælendum á undan, þetta svolítið svona jójó ferðalag og ég held að sé ekkert endilega besta leiðin að ætla að taka þetta allt í einu. Nei. Þú veist, alveg fyrsta snjókornið sem fjall í veganismanni hjá mér bara kannski þegar ég svona 4-5 ára þegar ég upplifi bara þessa sko skrýtnu tilfinningu akkur eru við að borða beljur. Ég elska beljur, ég elska alltaf beljur. Ég er með húðflúraðar beljur á mig. Ég man bara sterkt eftir þessari tilfinningu. Þú veist, við áttum hund en akkur komum svona vel fram við hann en svo allir að borða beljunar. Svo náttúrulega bara heldur maður áfram að lifur og hrærist 4, 5, 6 ára og borða bara það sem í boði. En ég fann samt að þessi samkennd, hún var til staðar. Svo bælir samfélagið þetta svolítið niður. Þú veist, þú ert bara samfélagsþegn og tekur þátt í því sem að gerast og svoleiðis. Þú kemst ekkert í gegnum lífið öðruvísi heldur en einhvern veginn að vera þáttakandi. En ég myndi segja að þetta sé svona fyrsta snjókornið og ég sé þetta fyrir mér þannig að þetta sé svona nokkur snjókorn sem verða síðan á einhverjum bolta sem fer fram og tilbaka og svo kemst hann í einhverja bjargbrún þar sem að rennur niður og þá ekki aftur snúið. Hvað var til þess hjá þér? Já, hvað var til þess? Ég ætla að fara bara gegnum snjókornasöguna. Já, ok, sorry, ég ætla ekki að skemma þetta. Sko. Já, ég held að næsta snjókorn hjá mig nefnilega sé þegar að ég byrja með manninu mínum. Við erum búin að vera saman síðan 2002 og hann einmitt rosa stæltur og sterkur og mikill íþróttamaður og svona einstaklingur sem að þú myndir ekki halda að væri vegan. Og hann var vissulega ekki vegan, þegar ég kynntust, borðaði alveg mikið kjöt en var ofsalega jákvæður gagnvart grænmetisfæði. Hann var búinn að lesa sér til mataræði og mikinn áhuga á mataræði og heilsu og íþróttum. Þannig að við áttum það svona sameiginlegt og ræddum þetta mjög mikið. Og
það sem að því ég var svo óbáslega móttækileg fyrir því að ræða veganism eða sko grænmetisfæði kannski bara við einhvern sem kannski svolítið svona þessi típa sem að þú heldur að sé bara algjörlega á hinni hliðinni sko. Og hann skulle hafa verið svona sammála mér og tilbúin að gera alls konar tilraunir á fæðinni sinni sem við gerðum í okkar fyrstu ár. Að það var líka eitthvað svona sem að fékk aðeins að vaxa og dafna og svo gerist það 2010 að mamma greinist með krabbamein á lokastigi og hún deyr bara mánuði síðar. Þá höldum við áfram svona að skoða þetta út frá heilsufarslega þættinum og við verðum bara á skömmum tíma raw food vegan, þá borðarum bara hrátt grænmeti. 2010 og voru reyndar líka á sama tíma að eignast fyrsta barnið okkar, þannig að þetta var alveg allt og stórt skref. Og endist ekkert lengi þó mér liði rosalega vel líkamlega og var þetta bara, ómikið af breytingum á sama tíma, en ég einhvern veginn fór aldrei alveg tilbaka aftur. Ég minnkaði kjötneyslu rosalega mikið eftir þetta og þarna ég farin að byrja leið og eiginlega svona ári eftir stelpuna mína þá byrjaði ég fljótlega að keppa mikið. Ég var endar mikið í íþróttum á undan, ég var í fimleikum og þarna byrjaði ég að keppa í crossfit og lyftingum og þá í svona jójó sambandi með mataræði, þar að segja grænmetisæta, pescatarian eða bara, en alltaf lítið kjöt eftir 2010. Og já, búin að keppa mikið 2015. Þá var ég komin að þann stað að ég borða ekki kjöt sem lítur út eins og steik eða ég þarf að skera. En ef það voru litlir bitar í einhverjum indverskum rétt eða hakk, þá einhvern veginn réttlæti fyrir sjálfum mér að því ég er búin að aftengja einhvern veginn að það væri dýrið. Já. Og ég hugsaði bara, ég skil ekki hvernig maður var svona lengi einhvern veginn að bara, viðurkenna fyrir sjálfum mér bara akkur finnst mér þetta einhvern veginn vera meira í lagi. Þannig að ég veit ekki, það var örugglega árið eitthvað sem ég var einhvern veginn í þessu, en þetta var náttúrulega bara flestar máltíðirnar voru kannski grænmetismáltíðir, en já, mér fannst hitt vera í lagi, sko. Og svo eins og smá saman þá fer þetta meira út og 2016 þá ég mikið að keppa þá horfum við á Cowspiracy og við bara, ákveðum bara saman, ég man eftir myndina bara horfum á hvort annað, bara, við erum bara hætt þessu, ég ætla bara aldrei aftur. Og samhliða þessu reyndar líka, þá ég náttúrulega í doktorsnáminu og þó svo að ég hafi, ritgerðin mín var ekki að snúast loftslagsmál, þá var ég samhliða að skrifa mjög mikið greinum auðlindir og jarðar og þar að leiðandi lesi mér mikið til þetta líka, en í dag vinn ég hins vegar við loftslagsmál. Og ég fann bara að samviska mín gat ekki leyft mér að haga mér úr takt við því sem ég vissi að væri rétt út frá loftslagsmálum. Ég gat einhvern veginn ekki, mér fannst það bara vera svo rangt. Ég gat ekki verið að predika eitthvað og gera svo eitthvað annað. Og þegar að ég einhvern veginn var búin að taka þessa ákvörðun, þá opnast bara svona flóðgáttir og ég tek inn alla þessa leyfi mér, þessari samkennd sem ég er búin að vera að bæla niðri frá því að ég var, 5 ára eða eitthvað og alltaf búin að vera, hún alltaf svona aðeins að krafla meira upp á yfirborðið, þá bara, nú ég bara að fara að horfa á þetta, ég að fara að leyfa mér að taka þetta inn. Það ekki neitt til sem heitir, þess að fólk tala humane slaughter, það ekkert hægt, þú getur ekkert bara gert það. og það þannig að þegar ég var komin á bjargbrúnina og rúllaði niður og ég mun aldrei snúa við, og ég bara ótrúlega þakklátt fyrir að hafa tekið þetta skref. Þannig að þetta var 2016 sem þetta var. Sem hún ferði alveg inn í veganisman, einmitt. Og svo áhvert að því að þú kemur henni ótrúlega sterkt að veganismanum út frá svona 2 áttum, eða þú ert einhvern veginn út frá umhverfismálunum og ég meina, ert að í rauninni læra það, rosalega djúpt, og svo ertu í íþróttunum og þetta líka svona, eins og ég upplifði allan ákveðnir, hvað var maður að segja, eitthvað sem að fólk svona eitthvað rökræða, hvort það sé hægt að vera afreiks íþróttamanneskja og vegan
og hvort að það sé betra fyrir umhverfið að vera vegan. Ég get ekki skilið þig betur en svo að þú sért að álykta að það sé betra og það sé hægt að vera afreiks íþróttamanneski og vegan, en lendurðu aldrei og þurftur aldrei að glíma við það einhvern veginn svona að finna út úr því hvernig þú gætir viðhaldið svona afreiksforminu sem veganmanneskja. Var það aldrei nein áskorun fyrir þig? Nei, mér fannst ekkert mál að vera að borða holt, sko, ekkert mál að borða holt, ég meina það bara ekkert mál eins og það ekkert mál, alæta. Sko, það alltaf vesen ef þú ætlar að í rauninni að skipuleggja og fá öll næringarefnin. Það örlítið meira vesen ef þú ert vegan, af því þú ert að taka út einhverja fæðuflokka og sérstaklega þá sem eru prótíríkir, en bara með, af því að við vorum og ég var búin að stúdera mikið mataræði og veit svona nokkurn veginn það sem maður þarf að fá, þá sko, jú, kannski var þetta erfitt til að byrja með, maður gleymir því bara, en í dag þetta allavega ekkert mál og ég held sko, ef ég hugsa kannski, jú, það var eitthvað svona transition tími sem að manni fannst kannski einhverjir fæð, eitthvað eins og tofu og tempi og seitan, eitthvað svona, nú að nefna sér prótein vegangjafa sem ég held sér nauðsynlegt að bæta inn ef þú ert vegan, sérstaklega íþróttamaður, sem ég fannst bara ekkert gott, en núna finnst mér það rosalega gott og mér langar ekki neitt að líkist til dæmis meira kjöti, eins og þú myndist á áðan, sko, að maturinn eitthvað líkast einhverju öðru, fyrst var maður kannski svolítið í því, en svona þegar það líður á að því að mitt bragðlaugarnir breytast og fólk verður að hafa það í huga að þeir gera það bara í alvörunni, það tekur bara smá tíma og svo allt inni langar þið ekki í þetta bragð sem þú varst að sko kreifa áður, sko. Finnur, eins og í mínu tilviki, að því ég var mjög lengi að taka út sko alveg, ég held að það bara verið mjólkurafurðir eða eitthvað svona, þannig að þú veist, leið og það fer alveg út, að þá allt í einu fer ég að geta borða dökkt súkkulaði sem dæmi, þú veist, sem þá ekki með mjólk í, sko, og þannig ég finna algjörlega á mínu eigin skinni hvernig bragðlaugarnir breytast og meira þess að það sem að ég hataði var tofu, þú veist, ég bara mér finnst það ógeðslegt, sko, að meiri sér ég fann að fíla það alveg smá, ég segi ekki elski tofu, sko, en ég alveg fann að fíla það smá, þannig að en sko, að mér langar aðeins að staldra lengur við svona íþróttanæringuna, að sko, hvað myndirðu segja til dæmis við bara fólk sem er mikið að lyfta eða er í íþróttunum, veist, eitthvað svona tips sem þú getur gefið fólki, þú veist, sem vill skipta yfir, Já, sko bara almennt, hvort sem íþróttamaður eða ekki, þá held ég að það sé klárlega farsalast að gera þetta ekki allt í einu, ekki eins og ég gerði þetta þarna 2010 og var raw food vegan bara á einni nóttu. Þú veist, byrja mitt bara að taka út, þú veist, eins og þú gerir, taka út svínakjöt eða eitthvað, að taka út einhverja svona dýraafurðir og reyna að bæta öðrum við og hafa það hugfast einmitt að sumt sem að sérstaklega þessi vegan próteingjafar, þú munt, sko, það er alveg ljóst að þegar þú ert búin að taka allar dýraafurðirnar út, það er eitthvað sem gerist þá með bragðlaugana og vera bara svolítið þolinmóður. En já, ég myndi klárlega að reyna bara að gera þetta í skrefum, ég held að það sé farsalast hvort sem þú sért íþróttamaður eða ekki, en fyrir íþróttamenn þá þurfa þeir náttúrulega kannski að huga einmitt aðeins meira að því að þú sért að fá þá sérstaklega þá próteinið, sko, en þetta er samt svo fjarri lagið í að vera eins mikið og mörg fyrirtæki vilja gefa út fyrir að sé rétt, sko. Ég er ekki talsmaður þess og það þurfir svona gríðarlega mikið af próteinu sem margir vilja meina, sko. Nei, ég hef einmitt heyrt að þetta sé einhvers konar smávegis mýta að ef þú ætlar að byggja upp vöðva og halda þér í formi, að þá þurfur ég man ekki hvað var talað mikið af próteini. Er það bara þvæla eða? Sko, það var alls konar tölur verið nefndar. Ég hef aldrei farið eftir einhverju svona, þú veist, svona mörg grömm af prótein og svona mörg af þess og svona mörg af hinu. Þú veist, það hentar kannski sumum og fínt gætlan fyrir marga að gera svoleiðis, en ég er allavega það sem ég held að þú þurfir ekki næstu því að mikið og allavega mörg, sko, fyrirtæki vilja segja. Maður verður líka passa þess að sagði hvaðan þú tekur upplýsingarnar
og Eru markaðsöflin að ljúga okkur eftir að segja það kemur fyrir Ok, en aftur inn í umhverfismálin að því að nú heyri ég svona í umræðinni að það sé nú ekkit betra fyrir umhverfið og gegn loftslags hamfarahlýnun og svo framvegis að vera vegan og það sé, þú veist, engin rök með því og eitthvað svona. Geturðu aðeins talað inn í það? Hvers vegna er betra að vera vegan fyrir umhverfið ef við brennum fyrir umhverfinu? Það er náttúrulega ótrúlega mikið af losun sem kemur frá dýraiðnaði. Þú veist, það þessar tölur eru náttúrulega svolítið erfitt að reikna allar, en það er talað að sé meira sem kemur frá losun frá dýraiðnaðinum heldur en samgönguiðnaðinum, margir sem vilja meina það sé alveg hátt upp í 18% eða eitthvað. Þú ætla nú ekki fara að láta kvóta tölur svo ég er ekki búin að fletta þeim öllum upp núna. Nei. En það er náttúrulega einn stór partur og svo er nú það sem Bjarni minntist á áðan að landnotkunin og það vatnsnotkunin og bara hvert gramm sem að þú borðar af kjöti, þú veist, þú ímyndaðir hvað dýri þurft að borða mikið. Þú veist, það er bara og hvaða pláss það þarf til þess að ala öll þessi dýr. En já, þannig að þetta er svo ótrúlega langt frá því að vera eitthvað svona það sem við getum talað sustainable fyrir okkur frá mörgum sjónarhornum, sko. Já. Við munum ekkert geta haldið svona áfram. Þú veist, það er eitthvað sem þarf að breytast, þannig að það er alveg ljóst, það mun gerast. Já. Af hverju getur þetta ekki gengið svona áfram? Ekki meðan okkur er að fjölga, þannig að það er ekki einu sinni bara, þú veist, það er bæði það að mannfólkinu fjölgar og þá þarftu miklu meira af þá dýrum og þá þarftu meira pláss og þá þarftu meira vatn og þá þarftu meira fóður og þú veist, þetta vindur svo hratt upp á sig. Og eins og við lifum núna, þá er það ekki, það er ekki eitthvað sem við getum sagt að sé sustainable til framtíðar. En það er náttúrulega alls konar nýjungar sem að vonandi munu fá fleiri inn einhvern veginn sem maður bindur vonu við. Ég meina, maður þýr ekkert annan en að vera bjartsýnn, sko. Það er svo mikið af vandamálu sem við stöndum fram fyrir. Mikið af áskorunum, mikið af áskorunum. En ég meina, síðan er bara fullt af fólki sem að, þú veist, er bara ósammála, þú veist, og tínir til alls konar. Er eitthvað, svona þrálátar mýtur eða miskilningur, rántúlkanir sem að þú ert stöðugt að reka þig á og svona, nei, hey, come on, þetta er ekki alveg svona. Eitthvað sem tengist veganism og umhverfisvernd eða íþrótta fólki Já, sko, það er alveg alls konar. Náttúrulega margir sem segja, já, hvað gerum við öll dýrin? Þú veist, þetta er kerfislegt vandamál, við þurfum að fara í kerfisbreytingar og þetta er eins og við gerum þetta ekki einni nótti eins og Ragnar kom inn á áðan. Þú veist, það er bara ótrúlega margt sem þarf að breytast og þá gerist eitthvað annað í staðinn. Þú veist, þetta er orsaka samhengi sem við stöndum frammi fyrir. Það er það og talandi mýtur, það líka kannski margir sem eru bara svona svolítið neikvæðir gagnvart þessu og eru bara ekki tilbúnir að svolítið að opna á þetta og eru svona fyrirfram einhverja fordóma gagnvart veganisma og eru bara tilbúnir að segja allt á móti. Mér finnst fólk sem talar móti sig gagnvart umhverfisliðinni er yfirleitt bara ekki búin að kynna sér það. Já, sko, og það meiri segja fullt af fólki sem er að vinna í umhverfismálum veit, þú veist, að þetta er ekki alveg málið en vill einmitt bara ekki alveg skoða þetta meira, heldur halla sér að einhverju öðru að því það bara nennir ekki að taka þetta skref. Og ég meina, þú veist, ég get ekki dæmt neitt sem er þar, vegna þess að ég hef verið þar sjálf, þú veist, það tók mig tíma, þú veist, mér finnst þess að ég hafi lifað lengi með þessa bælun á minni samkennd bara að því að ég var hrædd við að taka þetta skref. Þú veist, þetta er mjög skiljanlegt, þetta er svolítið svona einhvern veginn eins og koma út úr skápnum með eitthvað, þú veist, þetta er alveg já, nú ætla ég bara að segja heiminum að ég ætla að breyta svona, en hvað er með mistekst, hvað ef ég geti þetta ekki, þú veist, þá bara mistekst maður og þá bara reynir maður aftur eða, þú veist, gera það sem hendar. Það er, ég held til dæmis að ef fólk er að festa sig svolítið í því að hugsa, já, það er svo margt sem þarf að gera, maður ætlar að vera vegan, þú veist, þetta bara vex mér augum, eins og þessi ómikið drasl í herberginu, ég get ekki tekið til, sko. Þetta er bara að taka skrefið og það er í rauninni engin alveg vegan. Við lifum ekki heimi sem býður upp á það að við séum 100% vegan. Ég meina,
þú veist, við förum í bólusetningar eða þú veist, þurfum allt í að þiggja einhverja læknisaðstoð eða eitthvað sem að er með eitthvað sem er ekki vegan, ég meina eitthvað í kringum okkur er pottet ekki vegan, þú veist, en við verðum bara að reyna að gera besta sem við getum, kannski er það besta sem ég get eitthvað annað heldur en það besta sem þú getur, af því þú veist kannski einhver annari aðstöð heldur en ég. En svo áhvert að þessi puritanismi sko, hann er oft notað sko gegn vegan fólki. Algjörlega. Svona, þú veist, eitthvað, náttúrulega steiktast sem ég heyrti sko, já, en ég meina, salat hefur nú líka tilfinningar, svona algjörskjaftaði sko. Já. En við þurfum að fara að setja punktinn við þetta, en mér langar að fá frá þau bara svona eina setningu fyrir fólk sem er á brúninni, sem er þú veist, alveg að fara þetta niður mögulega. Sko, ef þið bara hafið það bak við eyrað, ef það er hægt að lifa jafn heilbrigður eða heilbrigðari á veganfæði þar sem þú ert ekki að valda neinum þessa þjáningu og sársauka, þú ert að draga úr þjáningu og sársauka í heiminum án þess að það kosti heilsu þína nokkuð, jafnvel að gefin eitthvað í flestum tilfellum. Akkur ekki að taka skrefið og taka þá bara eitt skref í einu, sjá hvað gerist. Loka spurningin, hver upp á skyndibitiðin? Vá, já, það var undirbúin fyrir þetta sko. Það er svo mikið að skyndibita sem að ég er hrifin af, ég náttúrulega elska allir jömm, ég var hrifin líka Dragon Dim Sum, en já, annars er ég meira bara svona fyrir bara, sko skyndibiti, ég bara fara inn í veganbúðun og kippa einhverju svona fljótlegu sko, ég stela best bara að fá mig tofu út í súpu sko. Já, þú ert bara þar. Ég er bara þar sko. Anna Hulda Álasdóttir, takk hérlega fyrir spjallið. Takk fyrir. Eftir stutthlé, þá ætlar hún Sæunn Ingibjörg Marinósdóttir að koma og dúndra í okkur smá róttækni.
Velkomin aftur. Þá hún mætt í sófan með teppið, Sæunn Ingibjörg Magnúsdóttir sem framkvæmdastjóri eða stýra og eiganda vegan matar, vegan búðarinnar og Yum. Hún stofnandi samtaka grænkera og hefur verið ansi lengi viðloðin veganism og svona ein af brautryðjendunum og kempunum í bransanum, það ekki, Sæunn? If you say so. Hvað að vera að kempa? Já, það svona að vera hókin af reynslu og ég man nú hvernig þetta var hérna. Já, ok, mig grunar að margar setningar munu byrja þannig. Já, ég meina, hvað ertu búin að vera vegan lengi? Ég búin að vera vegan í næstu 10 ár. 10 ár, já. Já, en ég hef ekki borðað spendýr síðan ég var 17 ára. Já, ok. Já, það eru 25 ár síðan. Veitu, en þú ert ekki vegan en borðar ekki spendýr, þú veit, hvaða prinsip var það? Já, sko, nú þarf ég að fara í svona ævisagna skráningu eins og Anna Hulda. Já, hvað með það? Það byrjaði nú allt þarna 1990. Þá var ég 11 ára og ég man alltaf eftir því, það var eitthvað svona augnablik þar sem ég fattaði að ég vissi alltaf að kjöt hefði áður verið dýr. En það var svona augnablik þar sem ég virkilega fattaði það og bara leið og ég tengdi það og sá bara fyrir mér, ég hugsaði rosalega myndrænt að gera reyndar en sá bara fyrir mér eitthvað svona lamb hlaupandi út á túni og svo sá ég bara fyrir mér, þú veist, það gerist eitthvað óljóst sem að ég kannski var ekki alveg búin að fatta hvað var en allt í einu var þessi einstaklingur orðin að einhverju flikki á disknum sem að ég átti að borða og ég fattaði bara strax þetta gengur ekki, þetta bara does not compute og ég bara afþakkaði þetta með því snarasta og einhvern veginn komst ég að því að grænmetisæta væri eitthvað sem að væri hægt að vera sem var ekkert rosalega algengt þannig 1990 og bara sagði þá, ég ætla að vera grænmetisæta og reyndar fékk það ekki í gegn á þeim tíma en eftir að ég flutti heimann 16 ára þá gerðist ég mjög fljótlega grænmetisæta en þá, þú veist, það var ekkert Google, það var ekkert samfélag, það var ekkert að frétta, þú veist, ég vissi ekkert hvað ég var að gera þannig að það fyrsta sem ég gerði var bara að ég hætti að borða öll dýrin sem ég þekkti þú veist, ég hætti að borða kýr og ég hætti að borða svín og ég fattaði ekki að kjúklingur væri hæna, þú veist, ég var ekkert rosalega vel gefin á þessum tíma, skilurðu? Ekkert rosalega vel gefin. Ég svona late bloomer, þú veist, ég bókstaflega tengdi ekki, kjúklingur var þetta líka einstaklingur. Þannig ég hélt áfram að borða fugla og fiska. En svo smám saman eftir því sem að grænkera lífstílinn fór að verða meira ábyrrandi í fjölmiðlum og í efni og þú veist, þetta var náttúrulega bara analóg tími. Þú veist, ég fór á bókasafnið og fann einhverjar bækur og þú veist, það komið dagblöðin og lúun og kannski var eitthvað þar, þú veist, einu svona ári sem fjallaði grænkerafæði. Þannig að þetta var rosalega langt ferli. Og á einhverjum tímapunkti frétti ég að vegan væri sem sagt konsept og það þýddi að borða engar dýraafurðir. Og ég hugsaði með mér, ok, vera meiri grænmetisæta, ég til í það. Þannig að ég gerðist vegan. Vissi samt ekki deila af hverju eða hvað það þýddi að, þú veist, af hverju vildi ég ekki borða egg, þú veist, ég bara þetta kemur á dýrum, þú veist, þau lifa alveg ennþá góðu lífi, þú veist, brúna ekki hænurnar eru ennþá rosa hamingjusamar, en ég get alveg verið meiri grænmetisæta með því að borða ekki afurðirnar þeirra. Og þannig að það var ekki svona hugsunatenging í því. Og svo á endanum lét ég hræða mig í að ég væri með ómegaskort og eitthvað svona vitleysu. Já, og þetta var, þú veist, 2005-06. Þannig að ég fór aftur, og þá gerðist ég pesketerian, fór að borða fisk til þess að ég myndi nú ekki deyja úr ómegaskorti. Og þú veist, svo fór ég að borða mjólkurvörur af því annars fekk ég ekki kalk og prótein og þetta var bara alveg vissin. Já. En síðan var það, semst 2012, þá uppgötaði ég var svolítið bara svona að missa heilsuna fyrir aldur fram. Þú veist, mér leið bara illa og það var einhvern veginn bara, þú veist, ég var bara rosa miserable og þú veist, var ofta á verkjalyfjum af því að ég var að drepast í bakinu og eitthvað svona rosa skrítið fyrir unga konu. Þannig að ég fór að kynna mér, þá er internetið komið. Já. Þú veist, þá var komið Google og þá eru komnar rafbækur eitthvað, þannig að ég fór að lesa og skoða, þú veist, hvernig ég get bætt heilsu mína og fann einhverja bók frá konu sem heitir Kimberly Snyder og hún var að tala China Study og var að tala fyrir grænkerafæði, þannig að ég fór að lesa China Study og það bara, þegar ég las hana og sá bara að það var einhver rosalega klár doktor í Bandaríkjunum sem var bara búin að rannsaka
risastóran part af kínversku þjóðinni og var með ógeðslega góð rauk fyrir því að það væri ekki bara hægt að vera vegan og heilbrigð, heldur líka bara miklu meiri líkur á þeir heilbrigð og væri vegan að þá gerðist ég vegan og hef bara ekki hikað síðan. Ég man alltaf eftir því, ég var með mjólkusúkkulaði sem var þá upp á allt súkkulaði mitt og ég var hálfnuð með það og ég hendi restinni. Þetta var svo skýrt moment. Þannig að síðan í kjölfarið þá fór ég á Facebook og fann eitthvað svona vegan grúpur, eitthvað svona ok, hvernig, þú veist, mér vantar eitthvað praktísk ráð, hvernig ég á að gera það, þú veist, hvernig á ég þá að borða á eitthvað og þá voru einhverju brjálæðingar þar að pósta svona, þú veist, ef þú gerist ekki vegan þá gerist þetta og hitt og hér getur þú séð hvernig aðstæður hæna eru sem eru látnar að verpa og þetta var svona rosa öfgavegan áráður og mér leið rosalega illa með þetta og svo sem mér byrja, það rosalega skrítið því ég gerist grænmetisæta vegna þess að mér fannst rangt að borða dýr þannig að af hverju kemur það svona illa við mig að frétta að eggjaneysla hafi sömu áhrif og horfði þá Earthlings frá uppá til enda, satt bara svona og horfði, ég blikkaði alla og eftir það þá bara þú veist, ég bara breyttist þetta var einhvern veginn bara svona þú veist, þarna bara vissi ég bara innst í sálinni það bara rangt að borða dýr það rangt að hagnýta þau ekki vara og þetta eru einstaklingar þau eru einstaklingar bara alveg eins og ég þú veist, þau búa í öðru umhverfi þau hafa öðru þessi hugsun vináttan þeirra kannski ekki að hanga og spjalla saman á sófanum, þau gera eitthvað annað en þau eru svona bara eins og við og þau eru bara allan rétt af því, þannig ég ætla að láta þau í friði og eftir það þá hef ég verið að berjast fyrir því að þau fá verið í friði Einmitt, vá ég var til að hlusta á þig segja þess að sögur bara áfram, þetta svo áhugavert það svo mikið svona passion og tilfinningar og eitthvað svona, það svo djúpt í þessu sko. Ég geti talað um þetta sko dögum saman sem að kemur svo sem ekki óvart því að ég meina þú ert með vegan búðina og þetta bara, þú starfar við, má segja veganisma Já, ég kalla mig business activista Já og þú ert sko andkapitalísk, þú ert feminísk, þú ert vegan Óþolandi týpa Óþolandi fyrir fullt af fólki Já Ég meina, farðu það aldrei til þín? Þú veist, bara hvað að þér? Jú, en samt sko meira þegar ég var svona að vinna annar staðar í umhverfi sem að ég hafði litla stjórn á með fólki sem að komur á öðrum áttum og svona, þú veist, allt frábært fólk en þegar ég gerðist vegan og fór í þessa baráttu þá vissi fólk til dæmis ekkert bara hvað vegan þýddi ég fór á veitingastað og spurði áttu eitthvað grænmetisfæði sem þú getur sleppt í svona mjólk og egg og eitthvað að vessa í og þú veist og það var baráttumál samtaka grænmetisæta sem grænkærasamtökin hétu þá bara fyrstu 2 árin bara fólk vissi hvað vegan þýddi en semst á þeim tíma, þá varði ég fyrir rosalega miklu mótlæti sem að eiginlega snerti mig ekki neitt af því þetta snýst ekki mig þú veist, ég bara svona, já, þú getur alveg staðið hérna og öskrað þig fjólubláan en ég samt bara að reyna að berjast fyrir dýrum sem að þú vilt láta myrða þú veist en svona, þú veist upplifir þið aldrei vera svona að því ímynda mér að skilabóðin sem þú hefði fengið þarna early days sko, hafi verið að þú væri výrd og verið skrítin og verið öfgafull og allt þetta hvernig var að díla við það? Hvernig var bara að standa með þessari samfélagi? Nei, ég vil ekki valda þjáningu Það var miklu erfiðara þegar ég var bara grænmetisæta eða pescetarian og áður en ég varð fyrir þessari uppljómun í raunni að því að á þeim tíma, þú veist, ég viss alveg ég væri grænmetisæta fyrir dýrin en ég hafði ekki þessa djúpu sannfæringu og ég vissi ekki alveg fullkomlega hvað þetta þýddi þannig að þegar að fólk byrja að tala um þetta bara eitthvað, ertu vegan, nei, ertu grænmetisæta þú vilt ekki borða vini þína þá var ég svona, nei, mér finnst kjöt bara ógeðslega vont, þú veist, var svolítið svona þú veist, ég kunni ekki alveg svara fyrir mig af því að ég var ekki búin að uppgöta hvað ég stóð fyrir en leið og ég tengdi það þá var þetta svo auðvelt og þá svarið bara þú veist, nei, mér langar bara ekki að borða dýr og það bara kjarnin í þessu En hvað verður til þess að þú tekur þarna stökkið sem það er ekkert brjálæðislega mörg ár síðan að
þú eða þið farið á fullt í með vegan búðina og þú veist, hvað verður til þess að í dag sértu í raun að reka eina stærstu vegan búð í heiminum? Allra stærstu. Allra stærstu, það þannig? Já, það þannig. Vá, hvað verður til þess? Það gerðist alltaf rosalega óvart. Sko, ég lærði viðskiptafræði og fór að vinna, ég ætlaði reyndar að vera bankakona. Ég er líka löggiltur verðbréfamilari. Ok. Já, og útskrifaðist í hruninu, sótti mig öllum bönkunum, bara, þú veist, til að geta haka við það og fékk náttúrulega bara mjög vandræðisverð tilbaka, þú veist, vorum að reka 1000 fólk en, þú veist, að tala um eitthvað setna. Þannig að ég datt svona óvart inn í, ég var ráðin sem innkaupastjóri hjá Samkaup, sem á Netto og fleiri matvörukeðjur. Var þar fyrst sem innkaupastjóri sérvöru og var að kaupa inn og selja, þú veist, sokka og húsbúnað, eitthvað svona leiðilegt, samt skemmtilegt starf. En síðan 3 árum eftir ég byrjaði þar, þá fékk ég nýjan vöruflokk í mína kategóriur sem hét bara heilsu- og lífstílsvörur. Og þá ákvað ég, að það var svipaleiti sem að ég gerðist endanlega vegan, að þú veist, þetta tækifærið, þú veist, hér ætla ég að berjast og ég ætla að nýta þessa stöðu sem ég er komin í til þess að breyta vegan landslægin á Íslandi. Þú veist, ég gæti bara tekið ákvarðanir fyrir 50 eitthvað búðir sem þeir voru þá. Þú veist, þið ætla að selja í þessum vöruflokki, ég náttúrulega ríða ekki öllu, en í þessum vöruflokki, ef ég sá tækifæri til að taka út eitthvað sem seldist illa, ég mátti náttúrulega ekki vera of andkapitalist þessu starfi, en alltaf ef ég sá tækifæri, þú veist, það þú veist, eitthvað með mjólkurdufti sem ég get bara tekið úr vöruvali og ég get talað allir þessa heildsala og beða að koma með meira vegan. Og smám saman þá breyttist heilsudeildin í Netto í svolítið svona vegan heaven og það var ógeðslega gaman vegna þess að salan jókst svo fáránlega mikið á sama tíma. Ok, hvað árið þetta cirka? Þetta var 2013-16. Einmitt. Og þá var einmitt kollega mínir lita á mig eins og ég væri bara á einhverju, þú voru bara vegan, þú veist, hvað meinar þú veist, þú og báðir vinir þínir allar að fara, þú veist en það var ógeðslega fyndið að sjá hvernig smá saman breytist attitúdið þegar árangur fór að koma í ljós, af því að þú veist það er tungumál sem að stóra atvinnureikandi skilur, þú veist, það er hækkandi sölutölur. Síðan 2016 þá fannst mér vera búin að koma, þú veist, ég var bara komin svona þangað sem ég komst með þetta, þannig ég fór að vinna hjá Glow, var markas- og sölustjóri þar í 1,5 ár og tók þar Glow búðina á samt fleiri góðu fólki og við gerðum hann svona 95% vegan. Það voru nokkra vörur sem maður mátti ekki alveg snerta og gerðum allt brjála þar og það var annað svona lítið vegan heaven. Og einhvers staðar þarna í millitíðinni hafði Maggi maðurinn minn farið að flytja inn Umf. Hann var að vinna sem rekstrarstjóri hjá Securitas í þú veist allt bransa og var nýorðið vegan sjálfur, hann var nokkrum árum eftir mér. Og það var náttúrulega svo lélegt úrval af svona kjötstaðgenglum og svona nýjungum að hann bara eitthvað sem mér segja, já, ég ætla bara að breyta sig, þú veist, ég er svangur. Mér vantar eitthvað að borða. Þannig að hann hafði samband við Umf í Svíþjóð sem var það nýbyrjað og byrjaði að flytja það inn og outsourcaði bara öllu. Þannig að hann bara vinnur á daginn, svo sendi hann e-mail á kvöldin og einhver seriatrufleikur. En já, þannig að hann outsourcaði öllu, þannig að þetta var rosalega auðvelt, þú veist, hann fekk bara pantanir frá búðunum, sendi á Eimskip og lét þau afgreiða og þetta var bara svona svolítið hobby. Og sem sagt, í byrjun 2018 þá var ég hætt hjá Glow og Umf var allt í einu að blómstra og ég svona, af hverju ekki gefa því séns bara í fullu starfi að selja bara Umf og gera ekkert annað. Þannig að ég fór í það, Maggi var ennþá í Securitas og konan hans algjör brjálæðingur og ég var náttúrulega ennþá með fullt af samböndum í matvörubransanum og hafði fullt af know-how, bæði starfsreynslu og menntun. Þannig að ég gerði bara allt sem ég kunni og gat til þess að stækka Umf og svo fór ég að fann fleiri vörumerki. Svo ákvað ég að finna nýja leið til að markaðsetta Umf og ákvað að opna skyndibitastað í 6 vikur á plani í Skeifunni sem er núna Jömm. Þú veist, svo ákvað ég að prófa að vera með eitthvað svona lítið subscription
checkbox á heimasíðu sem hét veganbúðum.is og áskriftakerfi okkar hrundi og þú veist, það fór allt í steik þannig ég fór bara að selja vörur, við vorum með svona 30 vörur til að byrja með og einhvern veginn bara vegan samfélagið kom bara og lyfti þessu upp með okkur þannig að áður við vissum af þá erum við komið 30 fólk í vinnu við erum með skyndibitastað, við erum með matvælaframleiðslu og við erum með búð og það er bara allt að gerast og við vitum ekki af hverju en það var bara, þú veist, heimurinn er bara kalla á þetta Þetta er svo klikkuð saga á svona skömmum tíma Ég veit það Þetta eru, hvað er þetta, 3 ár eða eitthvað sem að Sko það eru 3-4 Það var 2015 sem hann byrjaði í hérna hobby-umf-sölunni sinni Já, hann að ég sé að gera þetta svo umf á kvöldin eitthvað og það var byrjun 2018 sem að ég fór á fullt bara í fyrirtæki okkar Og var þetta sko, þegar þú tekur þetta skref var þetta geðveik áhætta eða skilur, þú varst alveg að taka séns já, alveg það er eitthvað svo klikkað veist, að horfa tilbaka Já, þegar við ákveðum að ég færi á fullt í þetta þá endurfjármögnuðu húsið og einhvern veginn reyndum svona að koma því fyrir að við værum kannski ekki að gamla of mikið með okkar persónulega stöf og veist, þetta var alveg risa ákvörðun En sko að því að þú ert sko business aktivisti og og einhvern veginn, ég veit ekki hvort þú hefur sagt það sjálf að ég sé bara eitthvað að nota þetta yfir þig að vera sko andkapitalísk en sko er hægt að vera með verslun og búð og selja vörur sem að er bara orðið eitthvað skonar veldi í rauninni og vera ekki kapitalisti? Já. Hvernig? Við þurfum að keppa við kapitalista og við þurfum að starfa eftir kapitalískum reglum og það getur verið ógeðslega mikið challenge og það sem að þetta snýst er það að við erum ekki tilbúin að græða hvernig sem er og hverju sem er og við erum ekki tilbúin að níðast á fólki eða dýrum eða umhverfi við erum ekki tilbúin að skipta við hvaða fyrirtæki sem er þú veist, við viljum að aðfangakeðjan standist skoðun við til dæmis, ég veit ekki til þess að við seljum Nestlé-vörur ef þú serð eitthvað Nestlé-vörur hjá okkur þá er það slys, þá máttu láta okkur vita þú veist við viljum að starfsfólkinu okkar líði vel og við viljum einhvern veginn bara skilja betur við okkur heldur um komaði þegar að fólkið okkar fer heim á vinnunni eftir vinnudaginn eða þegar þau fara kannski önnur störf seinna þá viljum við að þau hafa einhvern hátt byggst upp hjá okkur og við viljum að vöruframboð okkar sé þannig að fólk geti treysti að þú veist, það var engin barnaþrælkun eða þú veist það er það sem þetta snýst en á sama tíma erum við náttúrulega í samkeppni við risakeðjur og þú veist, við erum í baráttu við alls konar byrgja og svona sem svífast einskis og það skekkir þetta ógeðslega mikið en við veitum hvað við stöndum fyrir og við ætlum ekki að vera kapitalistar og þá erum við það ekki af því að við förum ekki þær leiðir Vá, það er engin smá hugssjón í þessu öllu saman Við erum ógeðslega reið en við erum líka ógeðslega glöð Og talandi reiðina, þú veist, af því að nú ertu líka mikill feministi, þú ert róttækur feministi og tjáir það alveg grimmt með feminisma. Hvernig sérðu veganisma og feminisman tengjast? Bara órjúfanlegt. Það er bara, sko, ef þú til dæmis hugsar machoisman sem fylgir kjötmenningunni, það er eitt það ófeminískasta sem ég veit þú veist, allt frá auglýsingum þar sem að, þú veist, kallar að grilla og það er ógeðslega cool og þú veist, meira segja einu sinni var fyrirtæki í Íslandi sem að sendi frá sér auglýsingu þar sem að maður verið að grilla og einhver kom með sojapulsu og henni var hent í rusli af því að hún var sko ekki matur þú veist, það var fáránlegt þetta er bara það og machoismin í kapitalismanum þú veist, og machoismin í því bara að valda yfir allt og alla einhvern veginn þú veist, feminismin og veganismin gangast miklu meira við tilfinningu sínum þú veist, við erum bara einstaklingar og við megum vera til í því speysi sem við kjósum okkur við viljum ekki meiða eða níðast á öðrum mér finnst það bara að fara fullkomlega saman saman með líka hagnýtingu á hvern líffærum dýra þú veist, framleiðslan er haldið gangandi á því að sæða til dæmis kýr aftur og aftur þú veist, hvernig er það feminist það eru endalausir vinklar á þessu En hvað er það
þú veist, að því að nú ertu, þú veist, þetta líf þitt, þú starfar við þetta er hugsjónin, þetta er örugglega hluti af sjálfsmyndinni þinni líka, skilur, þetta einhvern veginn allt, en hver svona, ef að segja svona innsti þráðurinn sem að heldur þér gangandi í þessari hugsun allir saman? Grunn svona dræfið í þetta. Dræfið? Það bara einhver meðfædd réttlætiskennd. Ég bara þoli ekki ofbeldi og óréttlæti. Ég bara meika það ekki. Ég bara ekki til í að það sé til ofbeldi í þeim heimi sem ég á heimi. Ég vil bara þetta hætti. Þannig að, þú veist, allt sem ég get gert til þess að auðvelda fólki að kjósa aðra leiðir og til þess að draga úr ofbeldi, bara sign me up. Og hvernig sérðu fyrir þér að, þú veist, ég spyr næstu öll að þessu, að ýta fólki sem að hlusta, áhugasamt, langar, en getur ekki sleppt ásti, eða eitthvað svona. Skilur, hvernig getur þú ýtt við því? Ég miklu meiri að toga heldur en að ýta. Ok, afbakaðu spurninguna mína þá. Hvernig getur þú togað inn í veganisman? Mér langar bara að segja fólki að, þú veist, yfirleitt þegar að fólk að stranda á þessum þröskuldi þá það bara ofhugsa allt og mikið. Þetta orðið svo auðvelt. Þegar ég gerast vegan þá, eins og ég segi, ég vissi ekkert, ég hafði ekkert til að lesa, ég þekkti ekkert fólk sem gæti hjálpa mér. Ég borðaði, þú veist, linsubaunir og sætar kartöflur til skiptis og það var það eina sem var til. Núna allt til og þú veist, það hægt að koma í veganbúðina. Maggi, maðurinn minn, hann til dæmis í því hlutverki að það fullt af fjölskyldum í bænum sem að spyrja hann alltaf hver í kvöldmatinn. Hann svarar því. Sko, Maggi náttúrulega rosalegur sölumaður. Þetta pínu hættulegt, sko, að spyrja hann herra, getur þú mælt með ykkur? Og hann kemur bara með eitthvað alls konar og svo bara komið með allt og mikið af stöfi. Já, allt gott fyrir umhverfið og dýrin og fólkið. Já, reyndar. En nei, þú veist í alvörunni, þetta svo auðvelt. Þú veist, það hægt að koma inn á vegan í Ísland, það hægt að koma í veganbúðina, það hægt að tala allt þetta fólk. Þú veist, það orðið vegan í hverju fjölskyldu á hverju vinnustað. Bara, þú veist, join. En fólk þarf að vera tilbúið að svona, hvað ég segja, svona í ákveðna ögun eða, þú veist, að komast yfir þetta hvernig mér líður, hvað mér finnst og þessi svona sérblækni og jafnvel einhvers konar svona neikvæð sjálfselska. Já, bara get over it. Nei. Sko, mitt besta ráð við því bara að horfa á Earthlings frá upphæð til enda, eins og ég gerði. Bara, it cannot be unseen, afsakaði slettuna. Bara fólk þarf að horfast í augu við hvað það að taka þátt í. Og þú veist hvað, að þú getur hort á dýraafurð út í búð og þú veist hvað þjáningur að baka það, að þú ert búin að feysa það, þá langar ekki í hana. Þú veist, þá þetta ekki lengur ógeðslega erfitt fyrir þig eða snýst þínar þarfir. Þú bara, ég held að gott fólk sé þannig innrætt að þegar það búið að feysa þetta þá vill það ekki taka þátt í því. Og lokum síðasta spurningin með sko skyndibitan, ég ætla nú ekki að halda að þú muni segja nokkuð annað heldur en jömm, en getur þú gefið okkur eitthvað sem við gætum farið á jömm og beðið eitthvað sem svona leyni eitthvað? Ég skal segja það leyndarmál. Á morgun, föstudag, kemur nýr matseðll á jömm. Oh my god. Og meðal annars koma fransku kartöflurnar sem konaðin búin að biðja núna í nokkur ár. Og ég að koma franskar? Já. Oh my god. Og það eru ógeðslega góðar. Þetta eru risafréttir. Já. En það sem best vefja sem að Maggi hannaði, af því að hann matar gourmet snillingur. Okay. Það sko buffalo salat vefja. Vá, ég í alvörunni svangur. Það bara fyrirfram uppáhaldsmaturinn minn. Ég búin að smakka þetta svona í þróunarferlinu. Já. En ég ætla að borða ógeðslega mikið af henni. Vá, þannig ég get farið á morgun og jömm, það það? Já, kottu samt eftir hádegi, þau verða svona svolítið að finna út úr þessu hérna fyrstu 200 tímana. Vá, þetta eru bestu fréttir, bara ævi minnar líka við. Sæunn Ingibjörg Maranúsdóttir, takk hérlega fyrir að koma og spjallaði mig. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir að vera með okkur. Þetta var síðasti viðmælendur okkar í kvöld og þar með segi ég Trúnó lokið, en minni á að þið sem hafið ekki nú þegar tekið þátt í veganúar, að það ekkert of seint sko, það ennþá janúar og það hægt að byrja núna, þið getið byrjað hægt, þið getið frá jömm á morgun og fengið eitthvað smá, þið getið byrjað núna og verið með, ég mæli með að þið fylgið veganúar á Facebook og Instagram og alls staðar.
þetta spjall kemur í heild sinni á Veganúar Facebookið og verður gefið út líka sem hlaðvarpstáttur hjá Karlmennskan á Spotify Podcasts. Þannig að bara fylgist þið með því og verum saman í þessu. Takk fyrir að vera með.